Haltu áfram, 1993 varstu 18 ára gamall. Árið 1993. Komdu með þetta. Þú veist, ég 18, ég fættur seint á árinu, ég fættur í október, þannig að ég ennþá 18 ára, 93 sko. Og bara svona, sumarðar byrja og ég átti góða vini í Kópavoginum, fættur upp svona mestmengnis í Kópavoginum. Og þetta sem sagt, sko, já, þetta svona vorið og þá sem sagt GCD og Jet Black Joe. Það eru svona aðalböndin. Og svo eru náttúrulega böndin svo SS-Soul og svona. Jet Joe, já, maður gleyma því. Maður. Þetta, fyrir mér 1993 svona þetta, sko, Jet Black Joe GCD sumarið, sko. Einmitt. Og þetta svo fyndið, sko. Ég svona nánast búin ákveða að ef ég skrifa ævisögu, eða ef einhvern ennur að skrifa ævisögu, að þá mun sennilega heita og þá hringdi síminn. Það gott. Það aldrei gott, sko. Þú svona reddari. Ég svona reddari, sko, og það sko, svona maður lítið tilbaka, þetta hefur verið bæði gott og kannski ekki svo gott að vera aldrei fastun einstæðar, sko. Aldrei tollan einstæðar, eitthvað svona. En þá maður líka laus. Einmitt. Og en allavega, þá hringi síminn. og það vantar þriðja mann þriðja mann, eða þetta vantar, sko, við vorum þetta 5 í krúi fyrir GCD. Og veru 2 vinir minni voru nú þegar í krúinu og svo var ljósamaður Óli Ötter og Bjarni Bragi hljóðmaður og við 3 sviðs, Bergur Geirsson og Róbert Róbertsson. 5 manna krú með einu sveitaballabandi. Þannig að þú getur ímyndaðir velgengnina á bandinu. Já. Og það var rúta og það var allir fjandinn, sko. GCD, hversu vinsaleg voru þeir? Þeir voru alveg þarna uppi, sko. Þeir voru þarna uppi með, sko, SS-Soul, Jet Black Joe. Þú veist, þetta voru náttúrulega svaðalegar hetjur, sko. Bubbi Mortens, Rúni Júl heitinn, Gulli Brím, trómari, og svo Beggi Mortens, gítarleikari. Já, Beggi var með þeim. Já. Ég er búin að gleyma þessu allir, sko. Þú veist, með síðukrulurnar maður og þetta var geggjað, sko. Hvernig var kúltúrinn þarna, 93, í einmitt svona þessu sveitaballa, það var væntanlega verið svolítið öðruvís heldur en, sko, ég var með Einar Ágúst í viðtalinu daginn og hann var að tala með einmitt svona að þeir, sko, skítamúrall voru alltaf mikið með svona, þú veist, sveitaböll sem voru samt bara í Reykjavík, sko. Já, sko, þetta er áður en að skítamúrall byrjar. Einmitt. Þeir byrja ekki þarna fyrir 96 í raun og veru. Akkurat. Sem sko, skímó eða þeirra, þannig hoppum maður sátt, ég man eftir, ég var að róta með Sóldök 96, og þá tókum við þá með á Akureyri, Sjallan á Akureyri. Þá var allir farin ennþá bara með svona dreddastubba upp úr haustum og rosa, var með eitthvað eitt lag eða eitthvað, ég man ekki hvað það var, sko. Bara krakkar, sko. Tókum það með í Sjallan maður og þeir voru rosa spenntir. Svo bara þróast málinn, svo verða þeir bara stærsta, með þeir svona verða einn af stærstu sveitaböllaböndunum og þú veist, ég man eftir því, sko, þegar að hljómborðsleikarinn hættir og þeir taka Einar Ágúst inn. Þú veist, og við erum að kynnast Einari á Gauknum, bara eitthvað efraðinu, gamla Gauknum, litlu efraðinni og Er hann þá nýkominn nýfluttur í nýfðaust, því ég heldur að bara fluttan til Reykjavíkur að austan. Þá var hann, sko, söngan bakrættir og spilaði á kongas. Kongas? Já, svona, kongotrómur eða svoleiðis. Og svona var svona, já, byrjaði svona sem, svona aðeins, svona sem nýgæinn í bandinu, sko. En ef við förum aftur að GCD. Aftur að GCD. Hvernig var, hversu mikið öðruvísi var þetta? Heldur en það núna? Það var náttúrulega, sko, þessi sveitaballa menning, það eru vinn og svo Blóma að byrja líka, eru svona konur svolítið að stað, sko. Við erum að reyða upp valskonar hérna. Já, þetta var legendary tími og þetta var, sko, menn fóru af stað á svona 50 degi, föstu degi, það var keyrt út á land, haldin böll, stundum voru, sko 3 daga helgar og allt það, sko, Vestlumhelgin og allt þetta, veist, en það var farið, sko, fyrir helgina, svo var tekin ringurinn, annarkvort farið í, sko, Ídali eða Miðgarð eða Njálsbúð eða, þú veist, einhverjar útiháttíðar eða hvað sem það var á þeim tíma og það var bara keyrt að við til þess að vorum með 3 tonn að græjum í bílnum. Hvernig flytur maður 3 tonn? Það er rúta.
Það rúta eða langferðabíl. En ég meina, hvernig að vera að bera 3 tonn alltaf? Þú þarf bara helst að vera 18 og í stuði. Það ekki flóknara. Já, ég sem við myndum alveg að hafa það núna, sko, en það er kannski aðeins lengri tíma. En ég meina, það er bara rútan, sko, og kannski koma því að núna stundum, sko, maður náttúrulega var rosa hress, eins og maður þegar maður 18, og við duttum oft í það bara á 5. og, sko, fundum rútuna, sopnuðum bara, það eru kojur og allt og þú veist, allir fjandinn í rútunni, sko. Sopnuðum bara, sem sagt, í rútunni, svo vöknum við bara á Akureyri eða eitthvað hádegi daginn eftir. Enginn sens að því að missa rútunni eða klúður að neinu. Þetta er geggja. Þetta var geggja, sko. Ég myndi ekki gera þetta í dag, sko. Nei, en það er fullt af hlutum sem að maður, sem að maður geti, og var að taka viðtalið um Björsa í mínus og hann sagði, sko, þú veist, það sem ég gerði þá, ég myndi aldrei geta það í dag, en ég sé ekki eftir því, það var gaman á meðan maður var ungur og gæti þetta, sko. Og bara sem betur fer voru ekki samfélagsmiðlar. Ég ætlaði að spyrja út í það, því að það er bara, þarna komum við með því sem ekki má segja, sko. Já, en það var væntanlega verið að gerast alls konar hlutir sem... Já, við vorum mikið að sprella, sko. Veist, og það var líka, til dæmis í okkar tilviki, að þá var, sko, bandið voru náttúrulega bara, þeir voru náttúrulega svolítið eldri, bara fullatni menn, bara með fjölskyldusumir, þú veist, og einhverjum nafi og svona, þannig að oftast nær, þú veist, þá flugu þeir bara. Já. Við vorum svolítið bara með rútuna. Ég skil. Algjörlega legendary. Það gerði þetta eiginlega engin annar, sko. Þetta er það sem að fólk kvartastundum ekki, sko, svona innan gæðsala bara rockstjörnunnar eru kannski ekki að lifa mest að rockstjörnun líferninu af þeim sem í kringum þetta, sko. Stundum. Í þessu tilvíki, þá var það svolítið þannig. Þeir voru bara með sína fjölskyldur og þú veist, nendu þess ekkert, sko. Nei. Þannig að við tókum bara skrimslapakkan fyrir þá, sko, svolítið. Já. En svo náttúrulega, þú veist, er náttúrulega bara misjaft. En hvað með á tónleikunum sjálfum? Já. Þú veist, að þessi sveitaböll voru svolítið alræmd. Þú voru alræmd, ég meina, við erum að tala um, sko, þetta gátt að vera allt frá 500 og, sko, þegar mest var bara 1000 mann sem borguðu sig inn. Þú veist, hús sem að tók kannski 400. En ég meina, ég veit ekki hvort þú manst eftir þessum böllum, en það var meirhlutur af fólkinu var alltaf fyrir utan. Einmitt, aðeins. Þar var rosa stemming. Já. Þú veist, svo fór maður inn í smá stund, kom svo út aftur, og það var bara talið inn í húsi svona sirka. Já. En það margir sem keyptu, þú gæti alltaf keypt miða. Eða var pláss í húsinu og kannski keypt miða og svo kannski fórst út og kosti ekki náttúrulega því það var fullt. Og eitthvað svona. Og þetta voru þessi kölluðu flöskuböll. Þannig að þarna komu, sko, þá var sjálfræðisaldurinn var hann 16 ennþá. Þannig að þarna voru frá 16 ára og upp í 8. Allt bara mix. Bara öll sveitin. Og auðvitað komu þetta allir þeir sem voru ekki orðnir konum með aldur til að fara inn á venjulega staði. Og það var ekki selt áfengi. Fólk kom með sitt eigið áfengi og þú máttir koma með áfengi inn. Auðvitað, já. Ég man eftir einu balli sem ég fór bara á sjálfur, sko. Ég hélt bara á pappakassa fullum af brennivínsflöskum bara inn hurðina og ekki sagði neitt. Nei. Og það voru svona borð, ég veit ekki hvað þau séð það eins og í Stuðmannamyndin og svona, veist, það eru svona borð út til hliðana, oft, sko, með mörgum sætum og svona vinahópu og þetta kannski taka hvert borð og svona eitthvað. Þetta var svaka kúltúr í kringum þetta, sko. Og fulli kassar af brennivín. Já. Og þú veist, og menn, og það var ofta þarna, til dæmis að fólk var á, sko, sopafyllir ég var að kalla, áttir ekki brennivín, mætti samt á balli, það voru svo margir með, þú bara tókst sopa hérna á spjallaðir og eitthvað, þú veist, þetta var ekki. Var, sko, því að maður er svona, jafn mikið og Íslendingar eru náttúrulega ennþá bara eins og dýr þegar þeir eru blindfullir, að þá hafði maður samt á tilfinninguna á þessum tíma hafi þetta verið ennþá meira svona bara það var bara slegist og primitíft. Já, sko, þetta var miklu frumstæðara. En þetta var ekki svona grimt eins og það er í dag. Það var ekki þessi grimt sem maður bara, þú veist, sér og lesi blöðunum og svo veist það sem ofbeldur og miklu harðara. Þarna, ef maður var komin sko í jörðina, þá var þetta búið. Einmitt. Þú veist, menn voru bara fenguð kannski á kjaftinn og svona eitthvað. Ætli það sé að því að það komi meira af öðrum efnum núna kannski? Ég hugsa það, sko. Ég hugsa það að séu eiturlyfin sem að spila þarna inn í og svo held ég sé líka bara, það er náttúrulega bara hærra level á ofbeldi í fjölmiðlum, eða sérst bara í bíómyndum og þáttum og þú veist og svo er það náttúrulega líka það, sko, að
kannski hefur það eitthvað með að gera þegar þó sem maður er komin í jörðina þá er það ekki búið lengur sko. Hann stendur bara upp aftur og kemur seinna. Maður sá, það var núna ofbeldinir í miðbæ sem rataði fjölmiðla núna fyrir nokkrum vikum, það var hræðilegt að horfa á það sko. Já. Það var spark í hausin og mönnum þegar þeir liggja sko. Ég vann svo í sko, seinna mér mikið sem dyravörður sko. Það nú svolítið síðan að þetta byrjaði sko, þó svo að það við náðust á myndband þarna sko. Hvar varstu að vinna sem dyravörður? Heyrðu, ég var 96, fyrsta dyravörðardjómi mitt á 22 á Laugavegi og svo Þeim ágæta stað þar hóf ég minn feril sem dyravörður og lærði mikið þar og og svo var ég sko Prikið, var dyravörður þar, yfirdyravörður. Man eftir þér á Prikið. Er það ekki? Jú, ég fór stundum, ég aðeins yngri en þú, ég fór að djamma eins á Prikið þegar ég var svona að byrja. Sko. Þetta nefnilega þróaðist þannig að Skjár 1, þeir strákarnir sem áttu Skjár 1, áttu líka Prikið. Alveg rétt í byrjun og Prikið var staðurinn fyrir Skjár 1 fólki. Af því allir voru með reikning þar. Og þar var bara aðstemmingin og svo ég var mikið að skemmta mér þar þá bjó niður í bæ og svona og svo bara einn daginn sko að því að þarna var ég að drekka og skemmta mér, þá var bannað að slást þarna og ég bara gerði mönnum það algjörlega ljóst að hér skulu þið ekki vera með læti, hér er ég í friði og hann að rekstrastjórinn pekkaði í mig í daginn, viltu ekki bara koma og vinna í hurðinni ég sagði bara, jú ekkert mál, þannig að ég var sko sviðstjóri á Skjáinum og yfirdyravörður á Prikinu og Prikið og Skjár 1 voru náttúrulega það heitasta sem var í gangi þá. Þetta var ég fór að vinna fyrir Skjár 1 dálítið seinna. Já. Hvenær aftur Skjár 1 stofnaður? Þetta er 90 stofnað 99 sluðis. 99, já, einmitt. Og maður hefur heyrt mikið bara frá svona úr bransanum hvað þetta var legendary tími þarna, það var verið að starta nýjum sjónvarpsþáttum í hverri viku og einmitt, þetta voru svona ákveðnar þetta var svona ný tegund af sjónvarpsstjörnum á Íslandi, þetta var ungt fólk sem var svolítið áberandi og eins og segir, þarna Prikið og Skjárinn var svolítið aðal momentið sko. Þetta var það þarna í hennan tíma sko, verið kannski 2 árið sem þetta var svona flug sko, Skjár 1 og Prikið og eitthvað og þú veist og svona og náði svona góðu momentumi sko. Það lítur að hafa verið skemmtilegt tímabil. Það var alveg geggjað. Það ekki? Jú, þetta var svona highlight, svona eitt af hápunktunum sko, einn af þeim sko og það er svona sko þeir sem eru til dæmis sko aldrei upp í Kópavogi í 200 okay. Í 200 Er það Hamraborgin á þar? Já, það er raunverulega gamla alveg frá Vesturbæ og upp að Bíkó í breiddinni það er 200, svona cirka Fossvogur og yfir í Kópavog sko, okay. Á þeim tíma sem ég alveg upp þá kynnist maður öllum krökkunum í bænum og en þetta í dag ef maður flappar ekki staðar inn og það er einhver þú veist, það er svona tenging sko 200 og þetta Erpur er það hann er búin að halda dálítið upp þessum Kópavogs merkjum Erpur, hann var náttúrulega þetta með á Skjáinum líka heldur betur hann var í Johnny Nass og einhverju svona skemmtilegu og Eyjón bróðir hans og svona en sko fyrir mér er það rosa mikið sviputenging þarna ég skil það er svona eitthvað í hjartanu þú veist og svona af og til hafa gert eitthvað svona plaggat og það var allir sem held á svona lakrísdraum að því að Árni þegar hann var í fótboltanum þá hafði hann leikið í einhverju auglýsingu fyrir Freyjudraum og það var svona eitthvað slag, góður draumur maður og þetta var svona innan hos brandari einhver svona djók og svona slagorðið sko, af því þetta var í raun að vera ekkert annað þetta var góður draumur einmitt þetta var bara rosalega draumkennt ástand þarna í þessi ár þú veist, Skjár 1 Prikið, það var alltaf verið að gera eitthvað nýtt og flott og eitthvað og allir elskuðu þetta einmitt og maður svona út frá því ég er náttúrulega búin að vinna lengi í sjónvarpi að svona þetta er eitt frjóasta tímabil sjónvarssögunar á Íslandi það bara verið að starta nýjum þáttum bara í hverju viku og hugmyndirna voru bara látna verða veruleika akkurat, kannski bara fyrir utan þegar RÚV byrjaði fyrst fyrir utan það, einmitt það er svona en algjörlega, þarna var verið að gera fullt af nýju stöfi og þú veist það voru allir svo til í þetta þú veist, og þeir voru líka sko, Árni var snillingur í að peppa liðið upp og
þú veist, þetta var gert algjörlega af vanefnum. Þú veist, það var engin peningur til. Nei. Þannig að allir lögðu bara rosa mikið á sig og, þú veist, og við vorum ekkert að hafa launum við þetta. Það ekki oft sem það gerir sko, þegar fólk gerir eitthvað sem svona, einmitt svona eitthvað svona flott og allir að vinna mikið og lágu kaupi, þá fær fólk svona nostalgíu eftir að þetta var nú heldur gaman. Sko. Já, ég get sagt þér það að hamingjusömustu tímabil í mínu lífi þegar ég var annarkvort á mjög lágum launum eða engum. Ég tengi svolítið það. Því svo fær maður allt í einu launin sko og þá smá nostalgía í svona harktímabilin sko. Já, það mitt sko, þú veist, það er rosaleg verkefni sem eru tekið átt í sem að við kannski komið að á eftir sko, eins og bjólskviðan til dæmis. Já. Sem held ég að öllir séu sammála að sé erfiðasta kvikmyndaverkefni sem hefur verið gert á Íslandi nokkuð tíma. Hvað gerði það svona erfitt? Aðstæður, og veðrið. Hvað var það tekið upp? Þau byrjuðum á Höfn í Hornafirði, færðum okkur svo yfir á Vík og vorum sko upp í Lambaskörðum fyrir ofan Höfðabrekku, þannig rétt austur af Vík í Mýrdal. Og þau byrjuðu bara hausti til og það var gerð þarna einhver heimildamynd sem heitir Wrath of Gods sem að nær svona að hluta til því sem að gekk á þarna en mikið af því sem gekk á kannski náðist ekki alveg svona í heimildar sko. Til dæmis var þarna einn dagur þar sem að reyndar náðist þar sem við mistum 11 bílrúður í veðri. Það voru bara svona steinvölur sem að flugu bara eins og byssukúlur í gegnum loftið. Svona mikið vindur, eða? Já, og þetta var sko... Bjólfskviðan var það Gerard Butler? Já, alveg. Já. Var Halli Hansen að vinna með þér í það? Já, Halli minn. Það nú aldrei. Halli Hansen var þar sérlegur aðstofamaður Gerard Butler. Alveg. Kynnist honum þar, sko. Alveg. Það því ég hitti þá 2 síðan á kaffibarnum einhvern tíðan aðeins skömmu seinna sko. Já. Það var einmitt sko, kaffibarn og priki voru mikið stunduð þarna. En hvað varst þú að gera í bjólskviði? Ég var í það sem kallaði location-dild. Já. Á raun og veru erum við með utanumhald alla tökustæðina. Og bæði sko gerði veðrið okkur erfitt fyrir og okkur fannst nú svo vera svolítið svona flögt á þeim þarna leikstjóranum og þeim svona okkur fannst alltaf að það hefði mátt gera þetta öðruvísi. Já, þeir hafa ekki verið alveg kannski búnir undir aðstæðum. Nei, og kannski voru svona kannski að byggja að breyta svona á leiðinni. Þannig að til dæmis við sem location deild sko, ef að það var að færa tökustað þá lendir það svolítið á okkur, það var að færa klósettin og það var að færa allan fjandan. Og þau voru svolítið mikið að fara fram og tilbaka. Þannig að við vorum svolítið sko að vinna svona 20 tíma á sólarhring. Bara mjög lengi. Og svona lítið tilbaka, þú veist, þá svona hefði maður kannski ekki látið sig hafa það. Sko. Hver eftir að framleiða þetta? Þetta var kanadísk, bresk, íslensk framleiðsla. Já. Minnir það var Kanadarmenn og Bretar og svo held ég Friðrik Þór. Ég man það ekki. Þetta svæði samt mjög mikið notað í Vík í Mýrdal svæðið, mikið notað undir bíómyndir. Var þetta bara eitthvað svona óvenjulega slæmt veður? Ég held að við höfum bara lent rosalega sko, þetta byrja náttúrulega á því við erum á Höfn í Hornafirði. Já, fyrirgefðu, ég eiginlega búin að eyðileggja byrjunum á þessari sögu. Af því að svo hringdi síminn. Ég var ekki að gera neitt. Þetta samt eru konur við árið 2004. Ég var ekki að gera neitt og var bara eitthvað, svo ég líði ekki, ég lá bara upp í rúmi heima með mér á Klapparstígnum Bræðarbókastígnum og starði upp í lofti og var að spæði hvað ég ætti að gera næst. Þá hringdi síminn. Heyrðu, það er kamerudrukkur og var að koma með skipinu. Þá er það kamerudrukkur þá bara flutningabíll sem sér útbúinn fyrir sko, kameru eða myndavéladeildina. Bara með öllu tækjum og búnaði bara fyrir þá deild. Getur þið keyrt hann á Höfn í Hornafirði? Já. Það er ekkert mál. Þú fær svo mikið greitt fyrir. Ég sagði, það var bara gaman.
Já, heyrðu, já, hann með stýrið öfugu megin. Hann breskur. Ok, sagði ég. Hafði aldrei keyrt svoleiðis bíl, sko. Nei. Þannig að, og hann þarna, og ég sótt í bílinn. Svo keyri ég að stað. Og ég keyri. Hann venst nú ótrúlega fljótt að vera öfugu megin í bílnum, sko. En ég hef bara prófað það sem öfugu umferð. Já, einmitt. Er ekki svolítið skrítið að gera það? Jú, ég setur út í kanti, sko. Það er svolítið að sérstaklega þetta stór bíl, sko, þetta er flutningabíl, þannig að þú þarf að passa að vera svolítið vel, sko, það reyndar kostur, sko, getur sér kantinn, sko, þú getur verið vel úti, þannig að maður strauji ekki eitthvað á einhverju brú einhverstaðar. Nefna hvað, að ég er komin á Höfn í Hornafirði og eitthvað, og svo situr bara og gisti nóttina og býstu að fara bara heim kvöldið. Nefna hvað, ég er svo bara ráðinn í location-deild bara þarna, fór bara ekki heim aftur. Og það var ekki mánuðir eða? Þetta voru 3 mánuðir, en maður alltaf fór aðeins heim á milli, en á þetta 3 mánuða jobb, sko. Okay. Nema hvað, nóttina fyrir kvöldi fyrir fyrsta tökudag, þar er Hilmar góði, ásótrúa allsherjargóði, fenginn til að koma og gera seremóníu. Og það hefur fyrir hann í fjöru og eitthvað og hann gerir þessa seremóníu og allt í lagi og kallar inn vættina og segir, þú veist, ég tók eftir því, sko, í seremóníu segir hann, sko, að komið það sem koma vilja í raun og veru og gerist það sem gerast mun í raun og veru, sko. Ok. Fannst mér að segja, skulum við hafa það. Nema hvað, á leiðinu på fjörinu, þá dettur hann og fótbrotnar. Það var startið á sjútinu. Og er þetta síðan allt svona? Það er bara svona. Bara erfitt og veður og bara, sko, þarna voru Kanadamenn í krúinu og Bretar og svona. Og þetta byrjaði nú allt í lagi. Við vorum stuttastund þarna á Höfn og svo fórum við yfir þarna á Vík. Og það var bara, sko, við vorum þarna einu sinni með búðir þarna niður á einhverju túni. Við vorum svolítið niður við Dýralegi líka og Hjörleifshöfða og svona, við vorum aðeins þarna á ferðinni. Og settum við upp svona tjaldbúðir, matartjöld og svona eitthvað og þá nóttina sló vindmælirinn út á Hjörleifshöfða í 49 metrum á sekundu. Wow. Sem að þykir ekki mikið í dag ef þú spáir í það. Nú er það að tala 70 metra. Já, en það samt sjálfgert. Já, en það var ekki til þá. Nei, rétt. En hann sló út í 49, við veitum svo sem ekkert hvert það fór. Þeir eru ekki geta mælt, nei, kannski voru að fara upp í 80. Það getur vel verið. Við komum niður til að það er allt horfið. Það er bara tjöldin og allt er bara horfið. Og nema hvað, í miðju tjaldinu stóð borð og voru 2 svona djúskönnur sem voru, sko, sífælningar. Ok. Það stóði þannig á borðinu. Alveg súrrealíst. En þetta er það sem fólk gerir sér, af því ég þekki Halla vel. Já. Og síðan, þú hefur unnið eitthvað með Össa, Árnasyni. Já. Hann er mjög góða vinur minn. Já, er það? Já. Þannig að ég var aðeins fengið innsýn inn í hvað það er að vera location manager og hvernig er að vera bak við tjöldin í þessum bíómyndum og svona. Já, ég réði Össa Árnason í fyrsta jobbið sitt í Bíói Ever. Hann og Sæþór frá Vestmannum, ég veit ekki hvort það viðurkennir eða ekki, það getur vel verið. En þá var ég að keyra fyrir fyrirtæki sem var með svona rútur og svona dótari og kallaði þá inn í eitthvað verkefni, ég man ekki hvað það var, sko. Ég hef búin að þekki Össa síðan, sko, fyrir vestan, sko. Og Ísafirði? Já. En ég ætla að þetta, sko, fólk gerir sér ekki grein fyrir því, sérstaklega kannski með einhverja svona leikstjóra og einhverja sem stýra sem eru smá svona prímadonnur og vilja allt í hennu breyta einhverju. Vinnan sem er oft lögð á baktjaldafólkið, sko. Þannig að það er einhvern veginn svona, ég er að sjá smá munstur hjá þér að þú ert svona baktjaldamaður. Ég er algjörlega, já. Varstu ekki líka að vinna sem áhættuleikari? Jú, ég Þú voru að segja eitthvað svona frá því. Já, heyrðu, árið er 1998. Þá lét ég langþráðan draum rætast og fór í áhættuleikara skóla í Flórida. Og hjá áhættuleikara sem heitir Kim Kahana og kallaði Mr. K og er svona upprunalega frá Hawaii og var mikið í Hollywood og svona og hann Af hverju langar menn að vera áhættuleikar? Ekki hugmynd. Okay. Ég bara veit ekki. Ég horfði, sko, ég hef verið svona
12 ára, 10 ára eða eitthvað, horfði á mynd í sjónvarpinu, kom mynd í sjónvarpinu sem að hét The Stuntman og ég var bara húgt eftir það. En það líka, sko, þetta ákveðin svona spennu fíkn, sko. Svo þetta bara, þú veist, akkur verða með slökkviliðsmenn eða þú veist reyndar, jú. Akkur velur fólk sér, sko, hjúgrun eða daggæslu fyrir börn eða eitthvað svoleiðis. En hvað lærir maður í svona skóla? Ok, sko, í svona skóla þá lærir maður undirstöðunar. Ég var að þetta var 5 vikna námskeið, sko. Læra að detta. Það mjög mikilvægt að kunna detta. Trú því. Og alls konar öryggisatriði. Við lærðum að fleygja okkur fram að byggingum, kveikja í okkur og Þú ert að fleygja þig fram að byggingum, hvað lendur þá? Það eitthvað svona airbag, að kallað. Slökkvilið á svona, þetta svolítið eins og hoppukastali nema þetta með sko lúum á hliðunum sem sko lokaði með fransku rennilás. Þannig að þegar þú lendir þá opnast þér lúðan, þannig að þú skoppar ekki. Akkurat, en hvað það að hoppa fram að háum byggingum? Við fórum hæstum á 4. hæð, það 10 metrar, 10-12 metrar. Var þetta ekki skrítið þegar maður að byrja? Jú, þetta með þess að skrítið núna. Það mjög, sko, svo á svona námskeiðum, sko, þá lærir maður kannski líka það, hvað maður sterkur, hvað maður ekki sterkur. Ég til dæmis ekki sterkur þarna. Í að hoppa? Mér finnst það hræðilegt. Þú veist, og hann sagði við mig, sko, því maður náttúrulega eins og maður hann sagði við mig kennarinn, sko, hann sagði, þú ert hættulegur. Og það sagði, nú, já, þú þorir ekki en þú hoppar samt. Já. Hann sagði, það ekki gott. Hann sagði, þú veist, vertu bara í einhverju öðru. Eða þú veist, þannig sér. Hann sagði það nú ekki. En kveiki í sér? Já, ég er sterkur þar. Hvernig virkar það? Heyrðu, það minnum mig á aðra sögum. Heyrðu, já, sástu, manstu eftir það var símafyrirtæki sem að hét þeir voru með þegar fyrirframgreiddu símakostinum voru ný, þeir voru með eitthvað rautt, manstu eftir því? Mér rámar í þetta. Eitthvað símafyrirtæki sem að fór svo hausinn eða eitthvað, ég man ekki, hvað hét það aftur? Já, þetta var auglýsingin, var rautt, það var svona, hvað fengið í dósum, svona kort, bensinstöðum eitthvað. Ég man ekki nafnir. Nei, ekki heldur. En allavega, þar kveikti ég í mér, sko, átti að vera svona mótmælandi fyrir framan Alþingishúsið. Það var eitt. En hvernig virkar það að kveiki í sér? Það bara atvinnu leyndamál. Þú þarft að gera, þetta getur verið stórhættulegt. Hvað tekur langan tíma, sko, ef þú kveikir í þér? Hvað tekur langan tíma þar til þetta í alvöru orðið hættulegt? Það afstætt, sko. Þetta í svona stig. Þú getur verið með, sko, það sem kallað full body burn. Og þá ertu, sko, allur logandi og þá ertu með súrefniskút og allt svoleiðis. Það svona, já, þú veist aldrei, ég meina, hlutin gerast svo hratt í bíó og sjónvarpið, þú þarft aldrei meira 30 sekundir til mínútu, sko. Hvernig þegar að búa kveikni í þér, hvað gerir þú síðan til að þá til dæmis, nei, það alltaf, sko, sagt, öryggiskrú með slökkutæki og svo þegar að sko, það hendar svo vel í bíómyndum að maður dettur yfirleitt fram fyrir sig eins og í þessu þarna sem ég gerði, sko, þá login bara á bakinu í raun og veru, ég dett fram fyrir mig og svo eru merki á höndunum þannig ég gef merki ef það ok og frekar heldur en að gefa merki ef það ekki ok, ef maður til dæmis meðundalaus það sko, það alls konar svona, sko, sem að þú veist og maður bara með sitt lið með sér í svona hættulegu atriðum, þá ertu bara með þitt og það mjög sjaldgæft á Íslandi að það sé þannig, sko en þú þarfst bara að vera með gott lið í kringu, þá þarf allir að vera á tánum og vita hvað hvað. Hefur oft verið að leika einhverju svona áhættulutverkum? Oft, nei. Nokkur sinnum, já. Fyrsta stöndum mitt var í bíómynd sem hétt Fiasko, eða heitir Fiasko, Björn Jörundur. Þá var ég, sko, þá fer hann báturinn á stað og hann vill ekki fara með og hann hendir sér í sjóin og syndir í land.
Það var þú? Ég. Okay. Það var rosalegt maður. Það var sko febrúar morgun, 6 morgunin sko. Og og ég var svo þykkur sko, ég var bara í raun og veru í svona blauðbúning undir, bara svolítið þykkum. En hann var bara svo þungur sko. Þannig ég raun og veru sko sprengdi mig á sundinu og svo var svolítið rók og svona, þannig að maður fekk svolítið vel af sjó yfir sig sko. Og en allt í lagi, þú veist, maður hefði bara mátt verið í betra formi. Einhverju fleiri í þessu á Íslandi að vera átölugur? Já, þeir bætast nú alltaf við sko. Og við vorum lengi vel sko, vorum við 3 með þessa menntun. Svo var einhverju farið þetta nýrtir eftir það og ég þekki það nú ekki alveg hvað orðnir margir í þessu sko, núna. En þetta hefur alltaf tíð verið svona frekar rólegur bransi. Já. Og svo þegar ég að koma inn sko, þá var ennþá bara tíðkast það bara leikara voru bara látni gera þetta. Sjálfur bara? Já. Þið reddu þessu bara. Er það búið að breytast núna? Það hefur breyst mikið. Já. Það hefur breyst mikið og er bara mjög gott því að sko það bara eru dýrar ef að slasa leikara heldur en að hafa einn eigin. En ég ætlaði að segja þér hérna með leiksýninguna sem ég tók þátt í. Það var svolítið skemmtilegt. Já, komdu með það. Það var fyrsta skipti á Íslandi þar sem kveikti mann í leikhúsi. Hvað leiksýning var það? Það var Títus með Vesturporti. Það var ein sýning. Það var haldin hérna í einhverju vöruhúsi hérna nýra á Fiskislóð. Það var heldur mann, það var flott sýning sko, margir flotti leikarar og þá þurftum við að sko að því venjulega sko í bíónu, þá þarf að sko vera slökkutæki og svona, þegar búið að klippa þá bara að slökka með slökkutæki þarna þarf eldurinn að fá að brenna út. Þannig að og hvernig er það? Við útbjögum það bara þannig en sko ég gleymi því aldrei sko, Ólafur Darri lék þarna Títus og dæmir manninn til dauða og svo Gísli Pétur, vinnur minn leikari, hann sem sagt makaði efninu á og kveikti svo í en sko ég mun aldrei sko, svo lengi sér í lifi gleyma svipnum á Ólafi Darri og stendur hann að binda á móti við þegar ég byrja að loga ég sá það bara á honum að það logaði vel í honum hefur ekki lindist á þetta? Nei, hún leist ekki á þetta og ég held að Gísla ekki heldur sko, ég held að hann hafi Gísla hafi dreigið svolítið úr því sko, hann hafði ekki sett svona eins mikið af brunaefni eins og við ætliðum að gera sko, hann hefur bara svona aðeins og komstu alveg heila öldn út úr þessu? Já, við útbyggum bara búningin þannig, þetta var svona þykkur leðurfrakki og þetta var svona leðurhetta sem að varði svona hausin á við mestmengnis fyrir eldinum sko og svo er þetta stuttur tími sko. Já. Þú veist svo alltaf leið og maður er búin að detta á andlitið þá fer eldurinn upp í loftið og þá er hann bara á það lítur að vera helviti heitt samt. Já, það getur verið það eins og í þessu þarna ég vil maður hafa í þessu þarna auglýsingu þarna rautt þarna þá var svo mikið rók hennan dag og því maður er bara eins og við bara gerum þetta bara og svo þannig ég þurftum að fara sko fyrir hotnið og allt því svona bara til að kveiki dræslinu það er svo mikið rók svo bara allt bara kveikja eitthvað með einhverja hárkollu og eitthvað svo hleyp ég að stað maður og eitthvað þú veist og svo og fer svo á staðinn og það voru sko alvöru slökkviliðsmenn sem voru með slökkutækin og eitthvað og ég hendi mér í jörðina og leið og ég komin í jörðina þá fatta ég það að hárkollan er farin að loga ég get ekki andað þessi það er bara allt í einhverju nælon reik og ég held eins lengi og ég get ekki haldið lengur þá stend ég aftur upp og hleypa stað til þess að ná andanum sko og heyri ég bara aftur og ég hendi mér aftur niður og þá koma þeir sko því að þeir voru svo langt í burtu með tækin sko og þess að þeir það var ekki alveg nógu vel skipulagt sko ég líka átti ekki vona því að þú veist þetta hefði verið allt í lagi ef ég hefði náð andanum það hefði bara beðið eftir þeim sko og var alveg í lagi með þig það? Já, þú veist, svo slökkvaðir í mér og eitthvað og nema hvað ég var í Innrabyrði og það var aðeins svo stórt á mig og þannig að það kom brot í Innrabyrði og það broti lá utan í mér á bakinu, þannig ég brann þar það var svona myndast einhver hiti sko er það ekki hægt að þegar það verið að kveiki í svona að það verði einhver eitt staður eftir
Mögulega. Ekki? Mögulega. Þetta sko svona eldstönd án efa það eitt af því hættulegasta sem við getum gert og þar sem að hlutinni geta farið mest úrskeiðis. Eldur bara sjúklega hættulegur og það má alls ekki nota neina vökva. Ekki bensín eða olíu eða neitt svoleiðis að því að þeir, sko, vökvarnir leka inn á milli og út allt, þeir geta farið hvert sem þannig að það, þú veist, maður heyrði það einhvern okkur krakkar að prófa þetta eitthvað sem maður fær alveg bara þannig að í guðanabænum ef þið þurfið endilega kveikja í ykkur hringið þá bara í mig, skal bara aðstoða ykkur við það ekki fara eitthvað að prófa þetta er ekkert grín, sko. Langaði þið einhvern tímann að vera áhættuleikar úti? Já, við eftir skólan þá fórum við smá rúnt þarna, við vorum tveir Ísraelar með mér í skólanum og við reyndum aðeins, sko, fórum aðeins niður til Miami og eitthvað svona en svo bara, þú veist svo átti ég kærustu heima og eitthvað, þannig að ég kom heim og hérna svo hefur náttúrulega í gegnum tíðina þá hefur brennivínið átt ansi stóran part af lífinu og það náttúrulega sko, skemmdi ýmislegt, sko. Já, hvað langt síðan þú hættir að drekka? Það eru rúmlega 14,5 ár. Þannig að við erum alveg góðir með það, sko. Átti ekki einhverjar þegar ég var að skipta þá skilabóðum við að þetta er svolítið skemmtilegt viðtal, þetta er fyrsta viðtalið sem ég tek sem ég þekki viðmælandi ekki neitt. Mér var bara sagt ég ætti að taka viðtalið. Já, mjög gott. Þá hef ég að gera eitthvað rétt. Og ég veist svo eftir sögur, sko. En er ekki rétt munið að þú hefur verið að segja mér að eitt djammið það að enda með því að þú fórst í eitthvað skemmtistaðarekstur? Heyrðu, já, maður. Já, hann partur af þessari sögur sem má ekki segja, en það er alltaf leið. Segir það sem þú mátt segja. Já, já, einmitt, já. Sko, þarna í kjölfarið á bjólskviðunni, þá hitti ég stúlku sem ég hafi kynst mörgum árum áður. Hún bjó í Danmörku á þinn tíma. Og þetta var alveg endar á bjólskviðinu og við hittum þetta og fer vel á með okkur. Og hún er í námi í Danmörku og eitthvað, eða er að klára námið eitthvað slags. Og ég ákveði nú að taka þetta litla sem hann á eftir á laununum á bjólskviðinni og skella mér í helgarferð til Danmörkur. Og og allt er leið með það og við ákveðum það og allt er góð og ég kaupi miðan og fer að stað og svo er ég komin og hún er sérst út á Jótlandi. Hún er býr í pínlítlu bæ sem heitir Viborg. Já, einmitt það. Þessu svæði tengist svo önnur ansi góð saga sem gerist fyrr, sko, en allavega. Munum það. Og við komum og svo er ég búin að vera inn á nótt og svona þá hringi síminn. Enn og aftur. Og ég klára það símtal og kemur svo til hann og segir heyrðu, það er að koma sendibíll með Norrænu fullur af eldhúsáhöldum og borðbúnaði og ég þarf að keyra hann til Mallorca. Hvernig gerst það? Þá er sem sagt góðvinur minn Sigurður Pétursson, einmitt bassaleikari og Vinnós og Blóma og skipstjóri mikill. Fær hann það hugmynd að opna veitingahús á Mallorca. Og er sérst búin að gramsa sér allt sem hann þarf í það hérna á Íslandi og búin að fylla einhvern sendibíl af því dótari og sendi vélstjóra sem var að vinna hjá honum á þeim tíma, Elís Pétursson sem er núna útgerðarmaður á Breiðdal eða Breiðdalsvík og hann var nú ansi ungur maður þá og óreyndur hann að Siggi Pétursson beðum að fylgja honum niður eftir í bílnum og skiptast á að keyra og þetta er heljar hann að vega. Þetta er svakalegt ferðalag. Ég hef keyrt sko frá Kaupmannahöfn niður til Slóvení en það er styttra sko. Já, alveg örugglega. Nema hvað að hún sko hún segir bara, jæja, allt í lagi. Ég sagði, ég kem svo bara aftur. Ég var hvort er ekki mennin að vinna þetta, skipti ekki mál. Og svo kemur bílinn og ég hlungast inn í bílinn og hilsa manninum og við ökum að stað. Og allt í góðu, þetta virðist vera ágætis náungi og við keyrum að stað og ég segi, við byrjum
við förum fyrst til Groningen í Hollandi. Förum þangað og tökum fyrstu nóttina þar, því þar þekki ég fólk og getum gist þar. Ok. Og það verður gerum það og þetta er líka fínt að taka stuttanlegg, sko, með að kynnast manninum og svona eitthvað. Ekki betra. Ekki alveg fyrsta grillveislan. Ok. Heyrðu, nema hvað, við förum hann og svo komum við til Groningen og já, það er mér tekist líka þessari sömu sögu, allavega. Það hefur kynst þessum mönnum í hinni sögunni sem kemur. Ok. Heyrðu, nema hvað, við komum hann og hittum hann félaga mína og við förum á barinn og svona og fáum gistingu og ekkert mál með það og þessi drengur sem sagt þarna úr Breiðdalsvík og búinn að vera þarna sjó í Stykkishólmi og ekki séð margt af heiminum. Ok. Þannig að Groningen var fullkomið staður til að byrja á. Ok. Það nefnilega, var til, hann veist ekki til lengur, var til bar sem hét Santana og var opinn alltaf 24/7. 24/7. Þar var púlborð og hægt að fá einhverja burgers og eitthvað og byggðum óskalög og eitthvað svona. Hollendingarnir eru svolítið í þessu. Það er svona staðir í Amsterdam alveg nóg. Já, ok. En þessi var sko, nema hann var ekki opinn á gamlárskvöld. Ok. Það var eina kvöldi sem það hefði verið eitthvað gamlárskvöld þar sem öllu var rústað, þá ákveður að hafa bara ekki opið þá. Ok. Alla hina það? Já. Ok. Og allt í lagi, við komum hann og svo kemur það og Sean-vinur minn allar að hýsa okkur og við förum hann og verum með honum, svo komum við heim til hans. Sean bjó í húsi en Sean var ekki maður heimilisins. Ok. Það voru bara flöskur og dósir og drasl út allt og þú veist, og það var bara varla hægt að stíga niður fyrir drasli og rusli og óhreinindum. Ok. Svipurinn á unga vélstjórunum maður sæl. Hann bara blöytur á bak við eyrun. Já. Okay. Hann gleymir þessu aldrei þegar við lögðumst niður og það voru dýnur í stofu bara að þá var bara svona frumskóur að ryki eftir gólfinu og árum og einhverjum svona, hann sagði bara, ég svaf ekki dúr þessa nótt. Ég var alltaf vanur ýmsu, sko, þannig að ég svaf, ég sef alltaf. Það nú svo, svo vöknum við morgun eitthvað svona, hann segir mér þetta ekkert bara fyrir einhverjum löngu seinna, við þekktust ekkert, þannig að hann talaði um þetta bara seinna, þetta hefði verið hræðilegt, sko. Nei, svo förum við, svo keyrum við bara áfram og gegnum Holland, svo Frakkland og gistum í Frakklandi einhver staðar, ég man nú ekki hvaða borg við gistum í, en það var aðeins minni aðeins farað að feila, en allavega við vorum ekstra í Frakklandi, gistum á hóteli og svo bara keyrðum við, það var svona frekar viðburðarlaust þangað til að við komum sem sagt, við vorum bara að kynna okkur sko ferjuna, sem sagt við erum að keyra til Barcelona, við erum að fara með ferju frá Barcelona, þannig við stefnum þangað. Svo sem sagt keyrum við eitthvað, við ætluðum að reyna að hitta einhverja brú þarna, einhverja ægilega brú yfir eitthvað gil, náðum því nú ekki, en það verður til þess að við komum inn að einhverju bak sko landamærastöð, ekki langt frá Barcelona. Ok. Og þetta var bara svona einhver smá helvítis fjallvegur, svona aðeins upp á hæð og svo bara svona kofi, bara landamæri. En þetta er 2004, það var samt landamæraverðir, sko. Þetta er landamæri Frakklands og Spánar? Já, einmitt. Og einhvers staðar mjög, sko, freka sunnalega, sko, því að þau áttum ekkert langt eftir í Barcelona. Nema hvað, að við erum stoppaðir. Það er bara hlið og eitthvað svona, þú veist, þetta var ekki stærra heldur en bara tollið við Hvalfjarðargöngin, það var bara pínu lítið, bara einhver skúr og þar stíga út 2 vopnaðir menn, bara einn með stóra vélbyssu og hinn með skambyssu og þeir koma að labba maður og horfa og ég að keyra, sko, og þeir bara passport og við réttum passport og þeir bara Íslandia. Þeir fara eitthvað, taka vegabréfin, skoða númer á bíl, alltaf íslenskt númer á bílnum og bara eitthvað, þetta er eitthvað skrítið. Og þeir fara inn og eitthvað og svo koma bara Íslandia, og eitthvað, þú veist, ég talaði enga spönsku og eitthvað, og þeir enga ensku. Ok. Og ég sagði, nei, nú missum við að ferjunni, maður.
þetta verður eitthvað tónt vesen, sko, við erum bara settir í fangilsi og eitthvað. Svo hann eitthvað svona, svo horfir hann eitthvað, það eitthvað spáði þetta, svo allt í einu bara svona kviknar ljós á mínum manni. Bacalao! Saltfiskur. Og við bara, já, bacalao, Íslandi, bacalao. Og þeir bara svona, þeir fara bara í svona eitthvað, verða bara mjög svona tilfinningaþrungnir yfir þessu. Og bara, þú veist, bara gjörðu þið svo vel, opnuðu hlið, bacalao, og eitthvað, þú veist, og ég bara, bacalao, eitthvað, og keyra á stað, svo sé ég bara í speglum, hann stendur bara, bacalao! og svo bara keyrum við og eitthvað og komum, finnum höfnina, finnum einhverja ferju keyrum, komumst í ferjuna og ætlum aldeilis að gera okkur dagamun í ferjunni, þá lentum við á einhverju helvítir flutningabílaferju. Þannig bara hálftíma eftir að hún laga stað, þá bara allir loka, sjoppinu og öll saman. Það bara trukkabílstjórar hér, þeir fara bara að sofa. Þannig við náðum að geta eitthvað smá og svona, fyrir bara að leggja okkur eitthvað svona og svo vöknum við og erum að sigla hérna inn að Mallorca og þetta í febrúar held ég að sé. Og það var svo kalt. Það vindir okkur, það bara háaðrók og kuldi og hafði snjúa á ströndinni og eitthvað svona og við komum svo þarna inn og gerum við bara, veit ekki að það tekið á móti okkur eitthvað svona þá það sérst einhver gömul villa og þar á efri hæðinni býr Breti sem á húsið og neðri hæðinni svona veitingastaður. Var það veitingastaðurinn sem hann hafði þó keypt eða? Já, eða sérst hann leigir í raun og veru húsnæði af þessum Breta. Og við komum inn og það átti eftir að gera allt. Það var bara þetta og eftir svona... En hver pælingin, sko, þú farið símtalið að þú að rúnda þarna niðri með öll þessi áhöld og allt þetta. Já. Áttur þú líka að setja veitingastæðin upp? Já, býtur rólegur, sko, nei, svo átti ég bara að vera laus. En svo komum við á staðinn og það náttúrulega bara augljóst mál að það þarf að gera allt. Það þarf að vinna í rafmagni, það þarf að mála, það þarf að höggva ykkur tré og það bara... Og þú veist, áður en það hægt að hugsa matseðilinu, sko. Þannig að ég man ekki hvort það var fyrsta kvöldið eða bara kvöldið eftir þar sem ég hringi til Danmerkur og segi, heyrðu, ég verð nú kannski aðeins lengur heldur en ég hélt. Vilt þú ekki bara koma? Heyrðu, jú, sagði hún. Og hún bara dreif sér niður, pakkaði saman öllu sín Danmerk og kom. Og varð svo bara spöðu mín. Sko, þetta er alveg ævintýra mennska. Já, fyrri, sko, en hún hefur aldrei, hvorki fyrir niður síðar, gert neitt líkt þessu. Að bara pakka niður með einhver fyrirvara og fara neitt, sko. Hún ígrundar allt mjög vel áður en hún framkvæmir. Þannig að helgaferðin til Danmerkur var alltaf í norðina því að þeir voru bara bæði flutt til Mallorca. Já. Og hún fekk svo vinnu sem farastjóri fyrir einhverja íslenska ferðaskrifstofu og bara allt í Og varst þú lengi á Mallorca? Við vorum þarna yfir sumarið, sko, þetta sumar. Það því að, sko, svo bara fer ég á fullt í að græja hana veitingastað og koma þessu öllu, þú veist, og við leigjum okkur íbúð og eitthvað aðra, rosa flotta íbúð þarna, hún var geggjöð, sko, hún var upp á 7. hæð, held ég, 5. og bakarinn var bara strönd og svo sjór. Er ekki Mallorca geggjaður staður? Ég aldrei komið á það. Jú, hún er það, sko, ég var að vinna svo mikið, sko, ég var ekki að þessi ferðamaður, Nei. En ég gerði, jú, bara fýtt, sko, svolítið stærri en Tenerife, sko. Já, fallega eiga. Já, svolítið mikið partistandanda samt, en það er svona sér. Já. Nema hvað, veitingastæðurinn er, já, íbúð, blokk, veitingastæðurinn klár og þá er ekkert fyrir mig að gera. Nema hvað, glæpamaðurinn á efri hæðinni, hann var með önnur plön. Breti, rosa sérstaklega, hann leit svolítið út þess að Danny DeVito. Og lítill. Já, svona kúlulega og óbúðslega frekur, sjúklega frekur, bara alveg svona narsasista típa einhver og hann spyr mig hvort að ég væri til í að vinna fyrir sig í að múra einhverja villu inn á miðri Mallorca. Sem hann hafi keypt, það er hálfbyggða villu einhverja. Já, allt í lagi. Og en þessi maður var sérst í felum á Mallorca. Þessi Breti, sko. Heyrðu, nema hvað, við förum í það.
og ég redda mér einhverjum bíl til að komast nefnum hvað hann segir, það þarna Breti sem að þú átt að vinna með sem Allan og seinna meir eftir smá stund þá fórum við að kalla hann mennska frárenslisrörið af því að hann var svona langur og mjór og drakk alveg eins og það var að fara úr tísku það var bara stanslaust sem rann í gegnum hann þannig að við vorum að keyrum þarna upp eftir og hvernig degi vorum að múra og gera og græja þetta var svaka villa þarna inn einhverju óluögrum og eitthvað og kvöldin drukkuðu brennivín og en akkur var þessi maður í film? Hann sagðist allavega ekki geta farið aftur til Englands. Já, og það svolítið þarna á Mallorca því það virtist ekki vera neitt samningur þarna á milli. Þarna var alls konar lið frá Bretlandi bara komið til þess að fela sig. Á hvað tíma? Þetta 2004. Já. Sko, væntanlega þetta áður en að spátt fyrir í Evrópsamband, já. Það ekki? Nei, það var komur evrur þarna. Jú, líklega. Eða hvað, það var náttúrulega pesóin var fram að því. Já. Maður fljótar að gleyma, sko. Já, en það voru komur evrur þarna. En allavega, það var kortir ekkert að marka það sem hann sagði, það getur vel en það bara verið að ljúga þessu til þess að hefja sig upp eða eitthvað. Já. En sko, við vorum þarna á hverjum degi, sem þú var að taka með okkur nesti og svo var ekki rennandi vatn og ekki neitt sko, og hérna, ég skil vel siestuna í dag, sko, þarna voru líka Spánverjar að vinna, þeir mættu snemma fóru svo bara svona 10 leit og kom ekki aftur fyrir 2. Við mættum bara, 9 og vorum að vinna yfir sko, hitin þarna, þetta bara ekki eðlilegt, sko, þannig að maður fann sér svona skugga bara til að vinna í. Þú veist, maður svona færði sig að það múraðist húsið eftir því hvað sólin var, sko. Ég myndi oft hugsa þetta þegar ég verið úti á heitum stöðum, hvernig það að vera verkamaður á þessum, ég var að vinna í Malbyginu, hvernig þetta sé að vinna í Malbygi þar sem einhver 40 stæði hita, það lítur að hræðilegt. Hræðilegt, sko. En þetta síestan bara góðri ástæðu, sko. Já. Það út af þessu, þeir taka sér bara frí yfir hádegi. Þeir eru á Suðurspánu, þeir eru ennþá þar taka þetta svona setn og þar bara þeir í pásu bara alveg frá 12 til 4-5 sko. Já. Taka ekki upp þráðin þegar bara það að vera komið kvöld. Já, ég man sko, ég var einhvern tónleikaferðið með Bangang, þá voru við þarna í Madrid og þá sko, sem sagt, voru Vestlandur opnar fyrir hádegi, svo lokuðu þær, svo opnuðu þær aftur svona 4 lit og voru opnað til svona 7-8. Einmitt. Það meina sko. Þetta spænska leiðin. Já. En hvernig hérna... Já, en þú tala Malbygg, sko, þegar ég var að GCD-sumarið, þá var ég líka í Malbyggs-teiminu, sko, fyrir Kópavogsbæ. Já. Þannig að ég var, sko, þú veist, og það þótti, sko, Malbyggsgengin voru það svalasta sem það var til. Já. Það var bara geðveikt. Og ég komst upp á vélina, þannig að ég var, sko, vélamaður fyrir Kópavogsbæ á virkudögum og svo rótari fyrir GCD helgar, sko. Það var algjörlega sturla sumar. Það því vél einmitt, það var þannig... Það var svona, maður byrjaði á skóflunni, svo rífunni, svo brettið og svo vélinn. Já. Ég var bara skóflumaður og rífumaður. Já, það. Já. Ég einhvern veginn, ég veit ekki hvað það en þetta svona líf mitt í hnótskurð, sko, skófla í hálfan dag, brettið í viku upp á vél. Já. Það var mitt ferli, sko. Já. Og þannig hefur þetta yfirleitt alltaf verið. Það bara... En þetta þú ert að lýsa rosalega ævintýra mennsku. Já, ég get ekki verið kjör. Getur ekki verið kjör? Nei, og mjög erfitt með það, sko. En hérna, og það, sko, það hinn hliðin á peningnum svo að, sko, ég hef aldrei getað haldið fastur í vinn. Í raun og veru. Ég skilji. Ekki það er bara að ég, einhvern veginn, það bara gerist eitthvað. Ég verð bara óanæður. Ég skilji. Þú veist, ég get unnið eitthvað, farið, komið aftur og unnið það. Já. En ég get ekki... Hvað tekur það langan tíma að byrja að fá leiða? Mánuð, já. Eftir 3 mánuði þá langar mig gjörsamlega að gera mjög ljótt við alla. Það svolítið gera mjög ljótt við alla. Það má ekki segja þetta. Nei, ég segi svona þetta. Það má alveg segja svona. Já, ég bara fíblast. Hérna, já, nei, það einhvern veginn sko alveg saman hversu dásamlegt það í byrjun og frábært og yndislegt og allt geðveikt. Eftir svona mánuð þá bara, heyrðu. Ég held að tengi margir við þetta. Já, það? Já, ég held að. Kannski ekki alveg svona mikið. Þess vegna til dæmis sko tónleika og kvikmyndabransin hendar mjög vel. Þetta eru allt stutt verkefni. Já, einmitt. Og það verður búið. Ef ég veit að það verður búið eftir 1,5, þá þetta allt í lagi. Einmitt. Eða 2, það allt í lagi. Einmitt. En ef þetta bara eitthvað, ég reyndi og kannski ég reyndi fasta vinnu í 1 og tæp 2 ár núna nýlega og það endaði bara í kulnun. Já, það er svo leiðis. Já, af því að ég
fór ekki eftir því sem ég var ég ætlaði að harka þetta af mér. Þá bara tóku örlögin yfir. Já. Þetta enda mjög góða búndur því ég held að svona þegar maður fyrir að skoða svona pælingarnar á baku kulnun þá það dálítið oft ef þú ert að ganga gegn gildunum og ert að gera eitthvað hverjum degi sem þið langar ekkert að vera að gera þá bara byrjar að brenna út. Já, ég held það og líka það, ég held að við haft eins og í þessu tilviki mikið að segja að af því að ég svo vanur törnum þannig ég kannski að gefa 150% af mér í stuttan tíma og get svo hvílt mig að ég fór inn í þetta starf í því mómenti því maður vill náttúrulega gera vel og ef þú getur tekið út 150% í x tíma þá gerði ég það og en það þessi fallega við þetta samt þetta vinur minn sem ég fór að vinna fyrir og þetta upphófst með því að hann sendir mér skilaboð Akkur þú ekki að vinna hjá mér og hann þekkir mig mjög vel og ég sagði, hafði ekkert sérstakt svar við þessari spurningu, þannig ég ákvað bara að slá til en eins og hann sagði, ef þú getur ekki unni hjá mér, þá getur ekki unni hjá neinum. Og það var alveg rétt hjá hann. Hann þá með temmilegt frelsi og svona? Já, það var mjög gott, og Er þetta eitthvað sem maður verður pínu háður, af því ég mitt svona, ég veit ekki, oft pælt í þess að þú veist, Össi, hann einmitt svolítið svona líka, hann fer og keyrir í leigubíl og þá keyrir hann bara út í eitt og svo bara sefur hann í sólarhring. Eða hann fer í kvikmyndaverkefni og vinnur og svo bara klárar hann og sefur í 3 sólarhringa. Já, þetta svolítið þess að vera á sjó. Einmitt, þetta svolítið svipað. Upplifir það eins og þú sér svona tarnakall? Ég algjörlega. Mér finnst rosa gott að algjörlega hella mér bara í það og svo ekki. Ekki, ég á rosa erfitt með þetta að mæta einhvers staðar, þú veist, svo ég kannski bara ekkert í stuði. Þá ég með svo mikið samviskubit yfir því að við ekki afkasta jafn mikið og í gær. Skilið. Og svona eitthvað. Þú veist, þetta mér rosa erfitt að mæta einhvers staðar og svo finnst mér líka rosa erfitt ef að hinir ekki að draga jafn þungt og ég. Það finnst mér hræðilegt. Já, ef þeir ekki, allt í lagi ef þeir eru að gera sitt besta. En eins og í mörgum fyrirtækjum og flestum stöðum, þá alltaf einhverjir sem ekki að gera sitt besta. Nei. Og ég hef ekki fengið frelsi fyrir því ennþá í hjarta mínu. Já, fyrir að þið töfum það? Nei, þolið það ekki. Já, ok. En hvernig eins og eftir bjólskuði eitthvað svona rosa erfitt verkefni, það sem bara búið að bara taka, þú veist, taka allt úr manni. Er það ekki líka eitthvað svona, ekki ofboðslega gott, það hlýtur að vera bara ekkert samviskubit eftir svona verkefni við því að bara hvíla sig og sofa og bara sér það, gefa alveg eftir. Sér það, fór beint að ná að gera í veitingastað og ok. En en að öllu jöfnu, þá einmitt þetta þú veist, og ég er til í að taka 16-18 tíma daga í smá stund og hvíla mig svo. Mér finnst það betra heldur en að taka 8 tíma daga alltaf. Ég skilji. Þú veist. En hvernig það upplifur sem hluta, þú talar brennivínið og áfengið og svona. Oft, þú veist, oft fólk sem, að því ég á mikið af vinum sem eru bara A-menn og eru hættir að drekka og svona. Þeir oft sameiginlegt að það rosa ork í þeim. Og jafnvel óeirð og ókyrð og áður en maður veit betur að þá það náttúrulega svona samfélagslega viðurkennt að bara nota brennivínið til að slökka á þessu. Já. Upplifur það þannig að þú hefur gert það? Það bara slús. Það að vera alkohólisti sem sagt þannig. Það eru 3 atriði sem gera menna alkohólista. Þessi atriði finnast alveg annar staðar og í öðru fólki. Það eru þessi 3 saman sem gera manna alkohólista. Það til dæmis andlega meinið. Andlega meinið þannig að þú ert stanslaust að dæma, til dæmis. Þú dæmir sjálfan þig, þú dæmir aðra, maður passar ekki í sitt eigið skinn, það má ekkert segja við þig, þú veist, og maður svona uppstökkur og erðalaus og svona. Þetta lagast bara á nokkrum sopum og ástæðan fyrir því að maður tekur fyrsta sopa. Eftir ákveðið magn af áfengi í líkamanum og þá kemur fram líkamlegt ofnæmi, óstjórnleg löngun í meira. Það búið að sanna það líffræðilega að það á ákveðnu stigi í meltingunni breytist áfengið yfir í asíntón áður en það verður að sykri. Og þetta asíntón stig lengra í okkur alkohólistunum. Í raun og veru bara tréspýri sem kallar á meira áfengi.
þannig að þeim meira sín í drekk, þeim þystari verði ég skilji. Þetta svona vítarhingur, sko. Og sem sagt, að setja tappan í flöskuna, þá leysi ég það mál. Þá ég með andlega meinið. Hvað ger ég við það? Og svo þriðja atriðið sérst huglægt þráhyggja. Ég alltaf að hugsa hvenar og hvernig ég get fengið mér næst. Já. Það bara stanslaust. Ég alltaf skapa líf mitt utanum hvernig ég get fengið, eins og ég gerði, sko, sem sagt, fór að vinna sem rótari og dyravörður, ég alltaf með aðgang að brennivíni. Einmitt, þetta kjör aðstæður fyrir það. Já. Og maður heldur það og maður trúir því raunverulega að maður stjórni í innlífi. Já. Það bara þannig. Já. Þess vegna líka svo erfitt að fá einhvern sem ekki tilbúinn til þess að hætta. Akkurat. Af því að ef hann ekki tilbúinn, þú veist, ef hann langar ekki að hætta, það enga líkur að hann geri það. Ekki langa algengast að fólk ekki oft talað það að þú þurfir einmitt annarkvort að missa hjónabandið eða vinnuna, að þú þarft að lendi í einhverju þannig til svo svona fyrst byrjar að viðurkenna þetta sé vandamál. Jú. Og meðan þú getur haldið vinnunni og þú heldur makanum og einhvern veginn svona nærða allavega að lappa upp á þetta þannig að þetta virki, þá ertu ekki að fara að hætta. Nei, það alveg, þú veist, og það mjög algengt, sko, ég nú með vinnu. Einmitt. Ég mæti nú alltaf í vinnuna. En þú veist, ok, en hvað gerir þú kemur heim? Ertu kærleiksríkur og sanngjarnir fjölskylduna þína, eða ertu bara ómögulega eða legur þangað til þú fengið þér aðeins? Og ertu þá geðveikt hress? Ertu inni í þessum heimi eitthvað núna eins og bara djamheiminum minn í Reykjavík? Nei, ok. Það ég ætlaði að spyrja þig, sko, eins og svona gaman að pæli því hvort þetta hafi breyst mikið, sko, eins og ég var með Pálma Gunnars hérna daginn, ég var svona að spurja hann út í að því hann náttúrulega segir sjálfur bara hann nærði drepi sig á alkóhóli, sko, svo var hann að reykja kannabis, en maður á tilfinningunni að núna sé meira af öðrum efnum, sko. Það sem ég veit, og ég náttúrulega sko ekki inn í djamheiminum, en ég inn í agastarfinu og þú veist, við fáum allt feedbackið, þú veist, við vitum alveg hvað gerast. Og sko, ef við tökum bara úlingana til dæmis, sko síðan ég var úlingur það var bara eðlilegt að drekka, það var bara eðlilegt mál. Einmitt. Hefur dregist saman 96%. Einmitt, drikja hjá úlingum. Úlingar þá erum við að tala sko 12 ára. Akkurat. Það var alltaf og hefur alltaf verið svona það verður þessi barriér þegar þú byrjar í menntaskóla. Já, þá svona byrja flestir byrja kannski einhvers staðar þá, en síðan það sem þú ert að kalla unglingar undir því. Já, sko það sko mjög sorgleg staðreynd, eða svona, þú veist að allavega minni kynslóð, það mjög eðlilegt að alkohólistar hafi byrjað 12 ára aldur. Ég og son sem hann 13 ára, ég bara þakka Guði fyrir að hann ekki í mínussporum. Einmitt. Hann bara, þú veist, hann bara allt annar staðar. Einmitt. Og sem að kannski er því að þakka, hann hefur aldrei séð vín á foreldrarnum sínum, eða, þú veist, það mjög, finnir það, að einmitt, móðir hans, sko, hann kemur undir 3 mánuðum eftir að rennur af mér. Já. Þá fór dræsli bara allt í að virka. Já, en það bara mikið sens. Hann aldrei séð með drukkin. Geggjað. Sem geggjað og bara ég mjög þakkláttur fyrir það. En sko, það sem í gangi sko með úlingana og svona, það sem sagt, það er miklu færri en þeir sem fara eins og var þegar ég var úlingur, að þeir sem fóru til dæmis yfir í hassið, það þótti svaka hart. Einmitt. Þá að sú prósenta held ég ennþá til staðar nema þau eru bara farin í pillurnar. Sem sko, og þetta ópíóðadrasl sviftir þig sko allir samkennd og persónuleika og þannig að þú ert tilbúin og ert færum að framkvæma miklu alvarlegri brot á öðrum heldur en til dæmis ég vil ekki vita neitt sem hefur framið ofbeldisverk í hassvímu. Einmitt. En þetta einhver umræðar sem við svona þurfum að fara að taka sem þetta ákveðin faraldur, þetta ópíóða rusl. Sko. Já. Sko það líka bara svo erfitt að losna út úr því. Svakalega erfitt. Þetta hef ég heyrt, sko, þetta bara heroín. Það talaði að þetta sé svona, þú veist, ef þú verður líkamlega háður þessu, að þá sé það erfiðast að losa sér þetta af öllu, sko. Já, ég veit, það er allavega, sko, heilin nefnilega svo slingur, að hann færum að framkalla verki til þess að fá dópið sitt. Akkurat.
Akkurat. Það bara svoleiðis. Hann segir bara, heyrðu, þér illt hérna, af því ég þarf að fá fixið mitt. Man að ég ræddi þetta mitt dálítið við blessuð sem minning hans Jóa, sem að, Jóa Guggu. Já. Að, hann var að lýsa þessu, sko, þegar þau voru sem verst, sko, einhvern veginn, þetta bara, þessi sko, þetta líkamlega óþól sem þú ferði leið og það að byrja að renna aðeins af þér, sko. Já. Bara verkirnir sem byrja að koma og allt þetta hræðilegt. Já. Hræðilegt ástand. Ég segi nú bara einmitt, blessuð sem minning hans, fyrst að hann á það verða edrú. Akkurat. Þá getur það allir. Sammála, mér fannst þau alltaf vera einhvern veginn svona, og ég sagði það oft við hann, svona einhvern veginn bara ef, þú veist, þið eru fyrirmyndi fyrir alla vegna þess að fólk sá bara í sjónvarpinu á hvaða stað þau voru komin og ef þið getið þetta, þá er þetta hægt fyrir alla. Þá engin afsökun. Það er þannig, vegna þess að þau voru náttúrulega bara komin bara á dýfsta staðin. Já, sko. Þú ferð ekkert lengra án þess að týna lífinu, sko. Í raun og veru. Já, það er þannig. Sko. Og, sko, já, og þetta er bara mjög erfitt að eiga við, sko, segis að bæði fólk sem að, sko, með alls konar kvilla, sko, líkamlega, hvort sem það heitir vefjagigt eða eitthvað annað, en eftir líka með fíkn. Einmitt. Svo veist, hvað alltaf, veist, það er síðan mitt önnur áhugaverð umræða sem þegar þú ert komin í það núna að dálítið mikið af fólki sem með mitt og þarf kannski verkefni við því, fólk sem með athyglisbrest og þarf konserta. Já. Hvernig ætlar að eiga við þessa hluti ef þú ert síðan fíkil? Það getur verið mjög drykki. Sko. Þetta er bara svo að segja við mig, já, þú ert með ákveðin sjúkdóm, þannig að þú verður að drekka 3 bjóra yfir daginn, en ekki meir. Þú mátt alls ekki misnota bjórin. Þetta er bara nákvæmlega það sama. Ég get alveg ímyndað með það ef þú ert, því ég hef prófað að taka konserta þegar ég var greindur með ADHD þó ég hafi síðan hætti í. Já. Ég get alveg ímyndað mér ef maður sé háður örvandi efnum að þá þarf það að vera í rosalega góðu jafnvægi og prógrami til að þú farir ekki að misnota. Já. Ég til dæmis, það var ekki, sko, þó ég hafi notað hansi mikið af fíkniefnum með áfenginu, sko, en það var alltaf bara til þess að ég gæti annarkvæmst drukki meira eða sleppti ég að drekka. Einmitt. En þannig að það var ekki beint mitt, sko. Nei. Þannig að ég er búin að taka þennan hring líka, sko, taka þessa greiningu og fara þennan lyfja hring, sko, en gafst upp á því. Já, því það er alltaf þetta... Já, sko, það allir mér svo miklu kvíða að andan. Sama hjá mér. Já, þetta bakkaði mig bara út í horn og ég var komin með bullandi brest af kvíða á þetta lyfjónu. Ég sammála, sko. Já. En svo er líka bara aðra leiðir til, þú veist. Þannig að til dæmis eins og hann Andri vinur minn hérna Æslandi með kæli og öndun. Já, ég þekki hann vel. Ég meina, sko, þetta virðist leysa til dæmis vefjagigt, þú veist, og alls konar króníska bólgusjúkdóma. Allt sem við kemur bólgum leysir þetta. Hefurðu verið að fara í kuldann? Jú. Ég hef búin að tók hérna hætt að væla kvölda kæla. Það var svolítið magnað. Ég hef alltaf verið með, sko, mjög svona sérstök viðbröð því að lendi í köldu vatni. Ok. Bara mjög illa við það, en ekkert mál í köldu veðri. Kalt veður er ekkert. Það er mjög svona skriftar. Ég dreif mig á námskeið til þess að reyna að losna við. Þetta fekk bara eitthvað allt annað í staðinn. Okay. Eða þú veist, skilur, það fekk svo miklu meira heldur en bara það, sko. Ég skilji. Af því það er, sko, þetta er kannski, ég veit ekki, kannski er ég að tala með rassunum á mér, sko, en ég fótt hugsa bara hvað gerum við til að halda matvælum, öll matvæli sem eru lifandi. Já. Kjöt, grænmeti, hvað gerum við til að halda í fersku? Við kælum það. Já. Við erum lífverur. Já. Það er eitthvað sem segir mér þetta ætti að vera gott fyrir okkur að kæla okkur reglulega. Það er þetta, sko svona fljótt á litið, sko, það sem kallaði, sko, fight or flight response, sem við erum fight með, sem er svona gamalt, þetta, sko, ég að standa og berjast eða flýja. Og þegar viðbragði kemur og þá dælir þetta, sko, þá segjum sem við svo, við ætlum að flýja, að þá verða ákveðna skyndibólgur í fótunum til þess að geta tekið við meira blóðflæði til þess að geta hlaupið hraðar og lengur. Ok, ef ég er stöðugt í þessu ástandi þá er ég bara með bólgur út allt. Akkurat. Í kuldanum þá færðu þarna 2 mínútur af algjöri þögn fyrir taugakerfið sem að útskýrir af hverju ég fór alveg, þú veist, ef ég lenti í köldu vatni þá var ég bara, hélt ég var að deyja, gjörsamlega.
og mér fannst þetta svo leiðilegt sko, þetta var svona fór aðeins á sálina þetta er lítið svo mikið skapur herðu, kemur í ljós að ég hafði rátt fyrir mér enn og aftur þetta er engin auðmíkjaskapur, heldur er þetta að taugakerfið er í yfirspennu 100% sem sagt, og þegar ég fer hún í kalda vatnið þá slekkur taugakerfið á sér þá fríkar heilin út því heilin getur verið óvinnum hans líka sko. Hann fríkar út og reynir að jumpstarta taugakerfinu þú veist þetta þú veist, og til þess að viðhalda spennunni og þá þarf maður hjá honum andra og henni tannit lærir maður það að slaka inn og aftur ekki hlusta á heilan eins og fyrir mig sem alkoholisti þá er heilin alltaf að reyna að drepa mig En þetta er mjög góð punktur vegna þess að ef þú æfir því að ná stjórn á taugakerfinu með því að segja bara ég ætla að anda í magan, þetta er ekki lífshættulegt þá smám saman ferðu síðan að færa það yfir í að svo ferðu kvíðakast í lífinu þá ertu kannski að díla við það sama og þá getur þú nota sömu tricks sko. Sömu tricks af því að eina leiðin til að þola við hon í kulda er að byrja að ná tökum á öndunni af því öndunin vill bara og þú ert ekki að fara að endast lengi að noni að þú anda svona sko. Það er útilokað og fyrir sjómenn til dæmis að taka þetta sko því að sko, ef þú lærir þetta að slaka, ef þú lendir í sjónum þá verður 50% meiri líkur að þið lifa það af ef þú nærð að slaka á. Algjörlega. En það er enginn að segja að sé auðvelt. Nei, en það líka ekkert auðvelt sem að veitir góð verðlaun, sko. Einmitt. En ég hef líka hugsaði mitt því ég var svo heppinn að fá að hitta Wim Hof, Ísmanninn, hollenska átaka viðtalið. Og einmitt þetta, hann talaði svo mikið bara einhvern veginn, þú ert að leggja svo rosalegt álag á kerfið. Að þegar þú kemur út úr þessu, þá færðu öll hormónaverlunin og bóðefnaverlunin og allt þetta, sko. Þannig að lífið okkar er að vissu leyti orðið of einfalt. Að vissu leyti, já. Ég hef oft sagt það, sko. Þetta er ástæðan fyrir að fólk verður háði að fara og laupa langar vegalengdir eða vera lengjón í kulda, því þú færð svo mikið verlun og eftir. Já, einmitt. Ég hef sagt það, sko, mannskjarnan er svolítið merkileg, sko. Hún smíðar sér alls konar tól og tæki til þess að gera lífið sér auðveldara, en smíða svo enn önnur tól og tæki til þess að gera það erfiðara til þess að eins og að fara í ræktina í staði fyrir að labba bara í vinnuna Einmitt. Notarðu ertu mikið í bara svona náttúrulegri hreyfingu? Man að ég sá þess stundum niður í World Class. Já, ég á ennþá kort í World Class og allt gott og það að segja, mér finnst rosa gott að nýta það sérstaklega til að fara í sund. Það er aðeinslegt. Og sko alla tíð hef ég verið voða latur við að æfa í líkamsrækt. Já. Svo á ég nú góðan vin, Benedikt, sem er mikill líkamsræktar maður. Okay. Og hann svona væri aðal hvata maðurinn að því að koma mér í ræktina. Okay. Og gerði ég það í mörg ár en sko svo eftir ég kynntist andra þá fór ég á námskeið hjá honum sem heitir Limitless. Já. Hann kendi mér hann tók mig og let mig gera alls konar hluti sem mér finnst mjög óþægilegur og erfiðir eitthvað dansa og svona. Já, ekki segja þetta. Þannig að ég er með svona eða sem þetta á að vera með svona Morgur, ég vil ekki kalla það dansa, þetta er hreyfing með tónlist. Já, svona flæði, svona hreyfiflæði. Ég er nefnilega búin að komast að því að ég hafði ránt fyrir mér með dans. Ok. Að ég hef aldrei dansað. Nei. Mér finnst þetta hræðilegt. Það var tvennt sem ég hræddist mest af öllu í heiminum. Annað var kalt vatn og hitt var dansgólf. Ok. Ég get ekki sagt að ég sé alveg sáttur dansgólf. En þá? En ég er með morgunrútínu núna og ég reyni að vakna á undan öllum öðrum á heimilinu, eða reyni að ég geri það. Svo er ég bara með headsetið, svo er ég bara með tónlist og þessar hreyfingu, þetta flæði. Þá er ennþá minni þörf fyrir mig til þess að mæti í ræktina. Já. Þannig séð. Já. Þó að það mætti nú kannski alveg aðeins. Já, en sama, sko. Ég hef oft sagt að því ég gerði bók og er búin að halda mikið að fyrirlestrum um heilsu. Ég hef oft sagt að við erum farin að rugla of mikið saman æfingu og hreyfingu. Já. Það er að segja, við getum alveg verið að hreyfa okkur mjög mikið þó við séum ekki alltaf að æfa okkur.
einmitt, og ég hef alltaf verið mjög líkamlegur í allri vinnu og svoleiðis, sko. Já, ég menn þetta bera allir sér tonna, það er hellingshreyfing í því. Já, það er eitthvað. En þessi ævintýramennska, mér langar svolítið að spyrja þér svona í lokinu þessa ævintýramennsku, kemur þetta að því margt fólk kannski þarf að æfa sér rosalega mikið til þess að taka svona spontant ákvarðanir og það kemur þessi bara, nei, ekki þetta. Hefur alltaf verið svona, þú veist, eins og segir, þú bara leggur í rúminu og svo heyrðu, keyra hérna á Hornafjörð, ok, kemur það auðveldlega fyrir að segja bara já. Það sem er erfitt fyrir mig, það er að vera í þessu, sko, rútína og rosa erfið. Nei, skil þig. Ég fæl bara, þú veist, að hérna get ekki bara fengið símtalið. Ég skil. Og hérna, þú veist, hérna, fjölskylduminstur og eitthvað. Ég reyndar núna svona í fyrst, já, svona, núna er ég að reyna þetta í alvöru, eða þess að nú ég ekki að reyna, ég að gera þetta. Þú veist, komið konu og hérna, já, þess að 2 yndislega stráka og við höfum saman heimili. Þetta er reyndar nýlega tilkomið. Ok. En ég einhvern veginn til í þetta núna, en það er líka því að hún skilur elementið. Verður það ekki verið þannig? Jú. Já, verður að vera þannig. Ég er búin að reyna hitt, það bara gengur engan því. Einmitt. Og getur bara að fara mjög illa. Einmitt. Og veist, allir þetta sárir og reiðir og eitthvað, þú veist, og en það er mikil gleði og ég verð aldrei heimilisköttur, sko. Nei. Það held ég ekki. Nei. Og færðu svona, þú veist, að því ég er að vissuleita ævintýrakall, en ég þekki fólk sem er miklu megin, til dæmis eins og Össi. Það er svolítið svona, þú veist, að þegar hann var áður en að hann er myndu núna með konu og börn, en áður en að var í því, þá var hann að flakka um heiminn. Og hann var svona gæinn sem bara þú geta sett hann inn í eitthvað kakkalakka herbyggi og bara ekki mál. Ég er dálítið, ég er erfiður þar, sko. Já, ég hugsa, sko, í dag séum við ekki kannski alveg til í kakkalaka herbyggið. Og þú varst til í það? Já, ég meina, þú veist, já, en það náttúrulega móti kemur að maður var aðeins djúsa sér til, sko, og samþykkt alls konar eitthvað sem maður myndi ekki samþykkt í dag og eitthvað svona, en ég meina, ég get alveg leikið út í skói í kakkalaka, þú veist, það er náttúrulega alls konar dýr og skriðdýr og hitt og þetta, sko, það er alltaf leið. Ekki trættir það? Nei, ég er ekki svona, ég er ekki hræddur við hérna, ekki svona neitt úr dýraríkinu í raun og veru, sko. Nei. Ekki þannig, sko, ég er mjög auðvelt með að hæna að mér alls konar skepnur. Aha. Já, ég hef átt alls konar skepnur. Einhverja furðulegar? Já, slöngur og eðlur og... Hvernig slöngur og eðlur? Þetta nú við, hafa verið, sko, iguana-eðlunar mjög skemmtilegar. Já, skemmtilegar. Mjög skemmtilegar, þetta er alltaf má ekki, sko. Nei. En einhvern tíma birtist ég nú í viðtali, hvað fólk með sirri, þá vorum við með rísastóra kirkjuslöngu, sem að ég reyndar átti ekki, sko. Ok. En ég fekk hann að lána það í viðtalið. Þú er gaman að svona, þú? Já, allt sem er öðruvísi og svona. Svona, það þarf alltaf að vera smá challenge, sko. Áskorun heitir það, veist. Að það vera alltaf eitthvað svoleiðis, sko. Og það er kannski líka já, það er nú já, það fyrir hvað mikið tíma eftir, sko. Við höfum alveg eftir að tala um rófutínsluna og sirkusinn og það allt saman, sko. Rófutínsluna? Alveg rétt. Heyrðu, þá hringdi síminn. Já. 1995 held ég að verið, já. Hringdi strákar, ég er inn í Skotlandi, við erum að það er að byrja rófutínslu, hvað heitir það, vertíð. Vil ekki koma? Jú. Hver var þetta? Sveinbjörn Sveinsson heitir hann, æskuvinur minn úr grunnskóla. Ok. Og ég og annar, Óli Palli, ekki Óli Palli Rástöð, annar, fórum saman, flugum til Skotlands, og sótti þar einhver sendibíl og maður var svo óharnar þarna, sko, að ég man alltaf við vorum, hann sést þá kemur Sveinbjörn með einhvern vin sinn og sendibíl til að sækja okkur á völlin, við hendur töskunum í og gæðin sem er að keyra að bílnum er að kalla okkur homma. Ég ok. Hvað er maðurinn að tala um? Heyrðu, nei, það var hann að spyrja hvort það sígarettur. Af því að þeir segja fags, ég hef að fag. Fagott er upprunnilega orðið fyrir fagott er stafur.
sem að færi svo yfir á hljóðfærið sem að svo orðið nýðorðum samkynhneigðan mann og skotarnir hafa og þetta í dag kallað, do you have a fag? Hvar varst í Skotlandi að tína róður? Heyrðu, nema hvað, þetta við lendum í Glasgow og keyrum til Edinborgar erum í Edinborg heilengi ekkert gerist og allir peningurinn klárast og eitthvað og við förum og hittum ekkert gerist, menn það voru engar róður? Nei, það voru engar, þú veist, og vinna var ekki byrjuð heyrðu, þetta sumar var bara stærsti þurrkur í sögu Skotlands bara í áratugi þannig að ekki byrjaði að vinna og aldrei byrjaði og eitthvað og við vorum bara búin með allar peningan og maturinn var að vera búinn og eitthvað, þú veist, við vorum samt í einhverju íbúð þarna frá fyrirtækinu og eitthvað og forstjóri fyrirtækinu, hún var alveg skítsama það er alveg magnað að koma til annars lands og að búa í þessu landi þar sem að þú getur alltaf pikkað í næsta mann og sagður, heyrðu, ég bara dómum vandræðum þú veist það ennþá svolítið þannig á Íslandi, sko já, það ennþá þannig þarna úti öllum skítsama það bara, leiðilegt fyrir þig einmitt. Og bara, ok og nema hvað svo loksins erum við sóttir og það keyrt með okkur niður til Lockerbie það sem að tilræðið var þarna og við byrjum á fyrsti róðökurinn okkar það sem að brotin úr vélinn lendu í agrinum heyrðu, nema hvað að þetta eru svona 100 metra langar raðir á róum og hver og einn fekk 4 raðir svo þurfti maður að standa svona boginn í baki með stóra sveðju og slítu bróuna höggva af henni rótina, neðsta partinn og laufið og þannig að 4 raðir urðu það 2 fara svona boginn í baki 100 metra þú veist, og aftur bara allan daginn í steikjandi hita svo þegar það var búið að höggva þá kom traktor með kassa og þá þurftum maður að handtína allar róðurnar upp í kassan svo við vorum 4 manna lið svo fekk liðið borga fyrir hvert kassa ekki fyrir tíman nema hvað, þetta var allt í lagi kannski þannig í Lockerbie, svo færðum við okkur upp í drattur og eitthvað og vorum eitthvað að vinna og svona nema hvað, rófur sem áttu kannski að vera svona stórar voru svona litlar út af þurrkinum þannig að hvert handtak þú veist í staðin fyrir minna borgað miklu minna borgað, bara eitthvað svona hungurlús komstu blankur út úr rófutínslu? Blankur, býtur rólegur herðu, nema hvað að ég á endanum gefst upp segja bara, herðu, við stöndum ekki í þessu þetta bara, við erum bara að borða minna en við þurfum og erum að vinna rosalega mikið þannig ég hætti bara við vorum í litlum bæ sem hét Dalkeith þarna rétt hjá Edinborg þannig að ég ákvað það að finna mig vinnu í Edinborg 6 mílur fyrir utan Edinborg þannig að það var lítið peningur til þannig ég keypti 1 dós af bökuðum baunum í Tesco sem kostaði 26 krónur íslenskar og 1 hleif á franskbrauði sem kostaði 16 krónur íslenskar og setti þetta inn í ískáp og svo hátt ég halva dós af bökuðum baunum og 3 brauðsneiðar og svo labbaði ég af stað 6 mílur inn til Edinborgar, 1 í deginu þar það sem var gott við þetta var að þetta er í ágúst Edinborgarfestivalið akkurat í gangi þannig að ég bara eitthvað labba hatt og leita vinnu og ég labba hatt allt og spyr og eitthvað og hitti alveg endalaust af götulistamönnum og alls konar farandfólki sem var bara frábært þar hitti ég konu sem sagðist vera vegan og ég sagði bara, hvað er það? Það var ekki til Nei, hún útskýrði hvað það var og ég sagði bara, já merkilegt og sagði það, nei, ég held að ég geti það nú ekki og allt í lagi með það og svo og þarna hefur mitt verður endurinn á Edinborgarfestivalinn ég upplifði þarna flugeldasýninguna það var flugeldasýningu út frá kastalanum og þeir spila symfóníu eftir Princess Street sem þarna gatan handan fyrir framan kastalan hinum yfir síkið þannig að það var flugeldasýning með symfóníu þetta var bara geggjað og ég veit ekki hvað þetta voru margir dagar þar sem svo labbaði ég heim kvöldið og át aðrar 3 brauðsneiðar og seinni helmingin af dósinni og þetta gekk svona, þú veist, þannig ég var að lifa þarna á, hvað er þetta eru 42 krónur eitthvað svo á dag
og svo og labbaðar alltaf fram og tilbaka já, ok, það hefur verið góð hreyfing já, mikil hreyfing, lítill matur ég mæli með þessu fyrir þá sem vilja grenna sig nema hvað einn daginn fæ ég svona tilfinningu og ég sagði það, þegar maður er í þessum aðstæðum þá öðlast maður svolítið trú já, ég get allavega ég gerði það þegar þú átt ekkert annað Akkurat. eftir það er ekkert eftir, það er ekki farsímar það er ekkert internet, það er tíkallasími, það er þetta hringi mömmu þú veist, ef maður á fyrir því í tíkallasíma og svo einn daginn já, sérst, og þarna öðlast ég bara rosalega sterka trú eða það var það eina sem ég átti eftir ég skilji og fyrir þá sem að vilja það ekki þá geti þetta hafa verið hendingan fyrir mér er þetta þannig að bænum var svarað okay. að einn daginn þá fekk ég bara hugboð og sagði, heyrðu, nú skulum við labba aðra leið heim ok, og ég labba fer ykkur aðra leið og svona kemur einhvern skemmtigarð og svona og svo labba ég og svo allt í henni síði bara sirkus og labba hann ykkur miða einhverju girðingu vantar hjálp eða sett hiring okay. og ég fer að miðasölunni og hvað svona það er svona, já við erum að fara við erum að á sunnudaginn þá er síðasta sýningin og við pökkum saman okkur vantar ég kalla það local crew eða local hands eða eitthvað svona og við borgum ég man ekki hvað hann sagði 3 pund á tíman eða eitthvað sem var svaðalegu peningur ef þú lifur á 42 krónum á dag Jú, rétt nema hvað, þetta er á 50 degi ég fer sigri hrósandi heim og segi strákunum frá og við konur í uppgrip sirkusnum og allt er með það nema á þessum tíma átti ég kærustu heim á Íslandi og hún hefði sendt mér póskort og hún var sérst á leiðinni að vinna sem fyrirsæta í Milano og átti að vera sérst að millilendi í London einhverjum dögum síðar ok allt er með það við förum hann á sunnudeginum og eitthvað og ég er búin að vera að vinna í svona klukktíma hálftíma klukktíma, ég líti upp stendur ekki Siggi gamli djepla djórótarinn í miðju tjaldinu og ég bara hleypa alltaf miklu fagnar að finna bara Siggi hvað er það að gera maður og hann bara, heyrðu, ég kynntist þeim í fyrrasumar og þá var þetta kínverski ríkisirkusin, fjölleikaflokkurinn sem var í háskólabíóið þarna 94 og hann hafði verið að keyra eitthvað sjá þau og eitthvað svona hann var þarna í 3 vikna sumarfríi ég hafði heimsækja það geggjað já, og ég bara Siggi heyrðu, ég þarf að komast til London hann bara, já ok heyrðu, ég skal tjekka því og eitthvað, og við höldum bara frá að vinna og klárum pakkan á tjaldinu og eitthvað svona og hann segir, heyrðu, ég er búin að redda þér fari þú fer með þessum dverg þá voru þessi dvergabræður sem hefur leikið í Star Wars og pabbi er að líka þetta var sá sem að ég fekk far með ég veit ekki hvort þú manst þetta þessu atriði en það var þegar í Empire Strikes Back þegar C-3PO var rifinn í sundur og þeir voru að kasta haustum á milli sín svínakallarnir hann var einn af þeim þetta er voða gott ég bara ok og eitthvað, það var að klára að pakka saman eitthvað svona og við setjumst í pínulítinn bíl með hjóli sétan í og hann var bara með, þú veist, hækkaði pedala eitthvað og ég bara geggjað hún átti og við keyrum og hún átti að lenda kvöldið eftir í London í London, já ok, á leiðin til Milano já, og átti að stoppa einu nótt heyrðu, ok það vil ekki með það og það er verið að keyra í London nóttin og ég sopna eitthvað í bílinu og svo og hann stoppar ekkert á leiðinni í mann ekki og fer í hjólísi og leggur sig aðeins og eitthvað og kemur svo aftur og við klárum og svo vinn ég nei, það var 2 dögum síðan sem hún átti að landa ok, svo vinn ég, komum við til London á morgunin og þeir eru að fara að stilla upp sýningunni í Camden Roundhouse það er Camden Market já á endanum þeirri götu er svona hringlaga hús já. sem var notað til þess að snúa kólalestunum við ok þegar kólalestina voru keyrðar inn, snúi við og keyrt út aftur ok nema hvað, hún já, við stoppum þar og þar á að setja upp sýningu og eitthvað og ég vinn með þeim þann daginn og átti svo
sem sagt að sko ætlaði svo hitt á Sigga og þeir fóru eitthvað út í bæjavinna og átti svo að hitta á þá kvöldið en náði þeim ekki. Þannig að ég var með smá pening í vasanum og það var komið kvöld. Og hjálpraði sér bara hinn með götuna. Og ég fer þangað maður, og gistingu. Þeir alveg, gistingu, þetta hjálpraði sérinn. Já. Þá var það ekkert í boði. Okay. Nema hvað, þannig að ég var búin að heyra orðið youth hostile einu sinni. Þannig að ég labba af stað og eitthvað, þarna, gegnum kantinn og eitthvað, þetta, og labba og spyrir, við erum eitthvað youth hostile og allir bara, nei, eitthvað, og ég labba og svo ég komin bara að ánni og ég sé Big Ben og eitthvað og sem sagt, ég samt ekki alveg við hann, fer yfir brú og svo aðeins lengra og fer ég svona undir aðra brú sem var bara svona umferðarbrú og þar sé ég, það einhverju kofar og eitthvað dótar í frá okkur útigangsfólki eitthvað og svo labba ég áfram og svo sé ég einhverja menn og gauta og þetta er eitthvað jóðhostar og þeir sé að prófa að spyrja þau og það var eitthvað fólk sem sat hann á hotni, námstéttirinn bara, svona útigangsfólk og ég var náttúrulega í rifningallabuxum og haugskítugur eftir alla vinnuna. Sirkusinn, já. Og þau þau sko, ég labba til þeirra og við erum eitthvað jóðhostal og þau horfa á mig í 2 sekúndur og segja, þú þarft ekkert jóðhostal, þú gistir bara hjá okkur. Ok, segi ég, heyrðu, eigum við þá ekki að kaupa okkur smá bjór og tóbak og eitthvað? Þau heldur það nú, við fórum og ég ytti svona meiri hlutanum af peningunum í það bara og gaf með mér hann á horninu og við sátum þarna og eitthvað. Svo komin að 8 tíma eitthvað og þá byggu þau í þessum kofum hann undir. Og ég fekk bara að gista þar. Það var einn svona foringjakofi, svo var einn svona langur kofi, svo var einn svona tvíbíli, svona undirforingjakofar einhverjir. Og ég fer í langa kofan eitthvað og þar voru þau með fullt af ullateppum og bara, og alls konar. Þarna svaf ég, nóttina. Vaknaði svo morguninn og þá var komin dagurinn sem hún átti að lenda. Ég, fer eitthvað fættur hérna og sting hausnum og fer svona út úr kofanum eitthvað og það einhverju vaknaðir hérna og þeir sittur það svona. Og ég svona ger mig líklega til að fara. Hvað er þetta að fara? Ég segi, ég þarf að fara að vinna. Já, þá búið ákveða það, já, ég ætti að koma að vinna með þeim daginn eftir, já. Og vinna? Nei, við förum bara hérna á hotn og betlum. Þarna var nú algjörlega komið að gatnamótum í mínu lífi. Fyrst að geta betla? Já, bara, þú veist, hurð A eða hurð B. Ég skilji. Á ég að fara, á ég að slaufa þessari vinnu sem ég er með hérna og chilla bara með útigangsfólkinu og eitthvað, eða á ég að hafa með stað. Ég hugsaði það alveg gaumgæfilega, hvort ég ætti að gera. Og því að þetta var, þetta er bara ultimate frelsið. Ég ætlaði að segja það, ég hef hugsað þetta, þetta er svona eitthvað sem held að vera gaman fyrir alla að prófa. Já. Og áhugavert, að prófa að vera í hlutverki betlarans, Já. Sjá hvernig fólk bregst við manni og hvort það sé litið niður á mann og alls konar svona. Já, sem að margir gera örugglega, þetta er örugglega mjög erfitt á köflum, þú veist sérstaklega í miklum kuldum og svona, Einmitt. En það er engin ábyrgð. Það er hárrétt. Þetta er alveg bara valid fyrir manni sem mig. Þetta er alveg valid option. En hvað með kærustuna? Það er nefnilega það, Þetta hafi ekki við haft vinningin, Já. Þannig að ég fram af stað ég fram af stað og segi nei við tökum hurð nummer 1 og fram af stað og förum og nema hvað ég villist aðeins og leiðum tilbaka þannig ég missi af Sigga af þeim þannig ég er bara standur á þeim kandir ántás svona hádegi, kannski rætt fyrir hádegi með, ég man ekki 1,5 pund í vasanum og Siggi á þeir farnir, og lengi farsímar og ekki neitt. Nei. Þannig að, hvað gerum við nú? Ég kemst að því hvar Heathrow er og það kostaði 3 pund í lestina. Ég var bara með 1,5. Þannig að ég keypti mér 1,5 lítra vatni og 2 nektarínur og labbaði af stað. Labbaði frá London og Heathrow? Ég labbaði frá Camden, sem er norður London, til Heathrow.
og ég að reyna að hugsa hvað þetta löng vegarend þetta, já, ég var 7,5 tíma á leiðinni þetta geggjur sagði, labba á Heathrow og það ringdi og það skein sólin og ég sá alls konar, ég sá Paddington stöðina og ég sá heita þetta og svo sá ég styttri leið og rosa fín breið gangstétt meðfram hraðbrautinni og ég var ekki búin að labba meira svona 300 metra þegar ég var stoppaður að lögreglunni bara, hvað ert þú að gera hér? Ég sagði, ég er að fara á Heathrow já og það má ekki labba hérna ég er frá Íslandi, það er bara besta svar í heim það er alveg sama hvað er í gangi, ég er frá Íslandi og allir bara, já ok, heyrðu, þeir tókum skutliðið mér tilbaka en ég ákvað að fylgja þessari hraðbraut aðeins svona, þú veist ég vissi að þegar stóð Heathrow skiltunum eitthvað, ég labbaði bara undir henni eða svona, mestmegnis eins og ég gat svo bara 7,5 já, svo kem ég að Heathrow loksins og þá kemst ég náttúrulega því það er ekki þetta labbin á Heathrow nei ég bara, hvað er það að gera? Og þá fann ég einhvern mann þarna eitthvað að segja, það eru strætóar ok, þannig ég hoppaði einhvern strætó og kem inn og ég bara labba inn í terminalið þegar sko Icelandair-vélin farþegarnir eru bara að koma út þannig ég rétt næði og þar koma 2 gamlir kópúrsbúar og ég bara, nei blessa, hvað segir, áttu þú ekki að vera á Gatwick? Nei ég sverða þá fórum við einhverju leiguflugi sem að einhver bókaði ég bara, nei jú, við hittum hann á vellinu, hún er á Gatwick og ég bara, ok, og engi farsíma náttúrulega og ég bara, shit Dagar, getur þið lánað mér smá pening þannig að ég, þeir lánuðu mér smá pening ég mælti mér svo mótmið á bara daginn eftir og þetta var gaman frá því að þetta var Gunnar Valþórsson fréttamaður já, ok og hann ég man ekki hver var með honum hvernig kemur maður sér á milli Heathrow og Gatwick? Er það lest? Það er ég er nefnilega ég byrjaði að fá mér að borða svo ég geti nú hugsað og minni mitt var mjög gott þá svona langtíma minnið allavega og við mér myndi á göngu minni hafði ég séð hótel Idris hótelið hafði labbað frá því og ég sagði já einmitt, hún skrifaði nefnilega í póstkortinu hvaða hótel hún var á og og það var og það var mér myndi að það væri það þannig ég borðaði og tók svo bussinn flugvallarbussin á Idris-hótelið kom þar inn, ennþá náttúrulega bara í sömu fötunum og skítugur og eitthvað og kom inn í lobbyið og bara sagði þeim hvað ég var að bíða þarna, kærasta mér var að koma bara ég get bara leiðum og mátti sitja í lobbyinu og bíða og ég satt bara með krosslaða fingur bara og svo kom hún ég hitt á rétt á hótelið já, það voru fagnaðarfundir maður þetta hefur verið þetta hefur verið langþráð að ná að hitta hana já, vissulega og hvað já, svo bara áttu við þarna eina nótt saman og hún fór svo bara til Milano og ég náði svo að hringa, ég var með heimanúmer hjá Sigga, þar í húsinu það sem þeir byggu, þar var heimasími en ég gæti hringt af hótelinu í þann heimasíma kvöldið og náði á þá og þá voru þeir bara í næstu götu við hótelið eða þú veist, þeir voru hann í Hánsló hann var rétt við og en eftir þetta ferðalag allt saman þá var ég stegi á vikt þarna á hótelinu og ég var ég var ég var ég hef verið komin niður fyrir 70 ég var 60 kíló 69? Nei, 50, hvað ég hef verið komin alveg niður 57 kíló eða eitthvað 57? Það var eitthvað fáránlega lítið 60 kíló kannski nú man ég þetta ekki, hvað er 67? Það var eitthvað 7 en þú veist, ég er alveg yfir 90 kíló í dag
Þannig ég var orðin ansi... Þetta góð nærnakúr. Þetta rosa, labba mikið, borða lítið. Þetta er kannski að gefa út bók. Já, ég reyndi að prófa það, sko, að þetta virkar. Það virkar. En hvað ef ég myndi spurja þig, sko... Svo til að klára þetta, þá sérst fekk ég vinni á sirkusnum og vann með sirkusnum í þarna fram til vorsins 96. Og varst að vera með hann bara á Bretlandi? Já, á Bretlandi. Og var skeggjaða konan. Nei, djók. En sko, þetta rótari, áhættuleikari, sviðstjóri, vinna með sirkus, róutýnsla, Mallorca, allt þetta. Hvað er Og lífvörður. Og lífvörður, það er svo ennur sag. Og lífvörður og dyravörður. Og dyravörður. Hvað er þú segir, sko, þegar síminn ringdi, hvaða símtöl viltu fá í dag? Bara eitthvað? Ég vil helst ekki að neitt sé að rukka mig. Nei, ég bara, þú veist, ég er ekki að fara í rófutínsluna, ég get alveg sagt þér það. Ok, það búið. Ég er ekki að fara í það. Ég ætla, þegar ég er orðinn fullorðinn, þegar ég er orðinn eldri, og svona börnin orðin kannski aðeins eldri, að þá langar mig að fara í svona sígauna líf, sko. Ég er núna Hvað kallar sígaunalíf? Að ferðast jafnvel á milli festivala og vinna við festivalin eða ferðast á milli ég er núna aðeins að reyna fyrir mér í skartgripasmíði. Ok. Þannig að ég væri til dæmis alveg til að bara kannski fara á milli festival og selja skartgripi eða kannski, þú veist, kannski sparka í tónlistaferlinum í gang. Já. Við byrjuðum náttúrulega aðeins á því í kringum 2000 leðu að ranna mér, 2006 þá stofnaðum við Fjallabræður. Já, alveg rétt, þú stofnaði þá með. Já, og skrifaði mikið af textu fyrir þá og En það er einmitt, ég tengi alveg við þetta sígauna einhvern veginn að vera frjáls. Já. Það er þetta frelsi. Já, ekkert plan er besta plani. Það er svolítið svoleiðis. Ég margsinnis reyndi að gera plan. Já. Svo er bara kosmosið almættið bara með eitthvað allt annað. Já, og þú hlýðir því bara? Já, ég hef ekkert annað að velja. Hvert almættið tekur þig? Ég hef reynd sko að hlýða ekki, eins og þú veist, og fekk aldeilis að finna fyrir því núna síðasta vetur, að ég var ekki að hlýða og bara brauta mér öklan. Já, það er svoleiðis bara. Það var bara þannig. Það er ekkert djók. Nei. Maður verður algjörlega bjargarlaus sem að brýta þessar öklan. Já. Það var bara, ég var ekki að hlýða því að slaka þess á og þú veist. Og mér finnst rosa gott að vera bara í flæðinu og geta svona aðeins sagt já ef það kemur eitthvað skemmtilegt. Vera opinn fyrir lífinu. Já, það er sennilega bara stærsti ótti minn í lífinu. Það er að geta ekki sagt já þegar kemur eitthvað sem er langar virkilega til að gera. Ég skilji. Af því ég er upptekinn í einhverju öðru. Einmitt. Sem að ég á að vera að gera. Já. Það er ég rosa erfitt með að eiga að vera að gera eitthvað. Já. Það er ekkert mál, ég skal koma að hjálpa þér og gera alls konar frítt, en leið og ég á að fara að gera eitthvað. Það er glemt í. Ég held að tengi margir við þetta. Já. Dásamlegt að fá þig heimsókn. Já, dásamlegt að koma. Þetta var rosa gaman að rifja þetta upp allt, svona hluta af þessu. Já, hluta af þessu, einmitt. Já, ég er alltaf til ég er mjög gaman að rifja þetta upp og alltaf til að deila þessum sögum og svo þegar það er ekki mynd og ekki upptaka, þá voru þetta að segja alls konar sögur líka. Já, það er ekki allt leifi, það var meira leifilegt einu sinni. Já, leifilegt og líka bara að maður sko, sumir eiga bara hluta máli sem að líka maður vill ekki. Akkurat. Takk fyrir komuna. Takk sömuleiðis.